Já, velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að fjalla ýmislegt í kvöld. Ég ætla að ræða hérna í lokin við Guðmund Heiðar Frímannsson sem prófessor á Akureyri, prófessor emeritus líklega, það sem að Áslaug Arna háskólaráðherra hefur verið að boða sem stefnubreytingu í háskólum. Hún hefur gagnrýnt háskólana mikið og vill breyta þeim, vill útskrifa öðruvísi nemenda og með ýmsar ráð að gera við það. Það fer misjafnlega í háskólamenn og ég ætla að ræða það við Guðmund Heiðar. María tekur á móti Dagrúnu Ósk Jónsdóttur sem þjóðfræðingur og þær ræða saman gildi safna á Íslandi. En áður gerir það að þá fær María hér í heimsókn Þórdísi Bjarlisdóttur og Söru Stef og þau fara yfir femínískar fréttir vikunnar. Jón Karl Stefánsson félagi í Alþýðufylkingunni. Þeir halda úti í vefriti sem heitir Neistar, hvernig til að kíkja á það. Jón Karl skrifaði grein það sem hann kallaði Bjarnagreiða Vesturlanda gagnvart Úkraínu taumlausar mannfórniðar og eyðileggingu Úkraínu. Hann að kalla á að við stefnum á frið, frekar heldur en áframhaldandi stríði, hefur ekki mikla trú á því að eina leiðin til friðar sé sigur í stríði. Ég ræði við hann, þetta eru sjónarmið sem að því miður heyrast of lítið hérna hjá okkur, þar sem til dæmis svona ein tóna umfjöllun Úkrænustríðið. Gervigreindin var í fréttunum og búin að vera í fréttunum svona undanfarnar 2 vikur. Fólk mikið að velta fyrir sig hvað þetta hvað áhrif þetta hefur á okkur. Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingafræðum, kemur hingað. Það var spáð, lengi verið spáð áratugum saman að Gauti og aðri þýðendur myndu úreldast, að tölvurnar gætu tekið þessi þýðingar, en það hefur ekki ennþá gerst. Og ég ætla aðeins að spjalla við Gauta hvað gervigreindin hvað hún getur gert, hvað hún getur ekki gert og hvort það standi ógnaðinni, hvort hún muni hafa mikil áhrif á samfélagið okkar. Fyrir 2 vikum að þá tókum við hérna fyrir við Rauðaborðið, við getum kallað það Kastljósgagnrýni. Við fórum yfir Kastljós-viðtal við Bjarna Benediktsson og Ásgeir Brynjar Torfason aðstofum við það að greina það. Við ætlum að gera aðra svona Kastljósgagnrýni á eftir. Í gær var Sigurður Ingi með fleira fólki í Kastljósi, innviðaráðherra, að ræða húsnæðismál og ég ætla að fá hann Guðmund Hrafn Arngrímsson, formann leigjendasamtakanna, til þess að gagnrýna það samtal og það sem kom fram hjá ráðherrunum. En eins og vanalega byrjum við á fréttum dagsins. Það mikið í fréttum ekki? Jú, það nú alveg þokkalega mikið í fréttum í dag. Kannski fyrsta fréttin hjá okkur í dag að Halldór Benjamin hættur hjá Samtökum Atvinnulífsins. Það síðasta fréttin og kom bara núna rétt áður en þáttur byrjaði. Þessi fréttinar að gerast bara meðan við verum að labba inn. Jú, einmitt. Halldór hættur, hann kom inn til Reginn. Já. Þar stærstu hlutavarnir lífeyrissjóðirnir. Já. Hvar SA og félög SA skipa stjórnarmenn. Ég veit ekki hvort að það sé ástæðan fyrir það fyrir. Það hljóta að hafa verið komin einhver tengsl þarna. Já, stærsti einkafjárfestin sem eins og oft leiðandi í Reginn á 3,eitthvað, ég man það ekki, 3,678%. Það Brimgarður. Systkinin. Matasystkinin sem eiga Ölmu. Þannig að Halldór Benjamin að fara að vinna á þeim. Já. Kemur manni kannski ekki svo mikið á óvart. Maður fara að vinna þar? Nei. Ég hefði spannað að fara í pólitík. Það bara ekki peningar í pólitík. Nei. Þess vegna held ég að segja fara þangað. Já, ég held að líka hann hann var nú mjög ungur þegar hann að græða vel. Já, það var 12 ára eða yngri í spurningu dagsins. Hvað ætlaði að verða það stór? Hann ætlaði að vera milljónamæringur. Já, gamalt að vera milljónamæringur. Milljarðamæringur í dag. Og hann hefur ekki dreigið þessi yfirlýsingu tilbaka. Nei, hann hefur ekki gert það. Hann stefnir á þessum. Það ennþá víðtæka rýmingar á Austurlandi, það var fallið fjölmörg snjóflóð. Það hryllilegt veður núna sko. Bara hræðilegt veður. Rók og rigning. Já, og það búið að loka veginu milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar í öryggisskyni. Já, hættustu í gildi bara í öllum þéttbýliskjörnunum. Einmitt, gul, Neskustad, Seyðisfirði, Eskifirði, Fáskursfirði og Stöðafirði. Krapaflóð, þannig að þetta
kannski, já, ekki skárra held ég. Þessi verra að fá rigningunni í snjóin? Ég held að sko þetta verður örugglega mikið þyngra flóð sko. Ef það rennur. Já. Hérna. Þetta lítur ömurlegt. Já, þetta alveg ömurlegt. Að vera að bíða bara nótti framundan og djöful gangur í veðrinu. Já. Hugsum til Austfirðinga. Já, gerum það. Heyrðu, það var náttúrulega vantrauststillagan sem að var í umræðu á þinginu í allan dag, hún var felld á andanum. Hlustar á umræðunar? Já, ég hlustaði svona eitthvað. Dugleg, ég nefndi því ekki. Ég svona hlustaði aðalega framan á sko. Svo var ég svolítið þreytt á þessu. En já, það voru... Það vissu allir hvernig það myndi enda? Það vissu allir hvernig það myndi enda náttúrulega. Heldur þetta að við áhrif? Já, veistu hvað áhrif þetta átti að hafa? Annað en að sprengja í ríkisstjórnina eða eitthvað svoleiðis. Nei, það vissu allir að VG myndi kjósa ekki samþykkja vantraust á Jón. Einmitt. Og þá hefur þetta hvað áhrif? En ég svona velti fyrir mig hvort að þau ætla að reyna þrýsta á að flokkarnir takja hann út úr ráðuneytinu sem fyrst. Það búið að lýsa yfir hann er bara nokkuð kortir eftir. En það fer aldrei, skilur þú. Það er alltaf verið eitthvað að senka því, held ég. Það er arftakinn bankarátirnar. Já. Þannig ég okkur á stjórnarandsstöðunni ekki vera sama hvort það er Jón eða... Já, hvað heldur að plotti sé? Já, þeim? Já. Ég veit ekki. Nei. Einhver geti haldið að þetta væri til þess að búa til gjá á milli forystu VG og mögulega kjósenda. En kannski er bara engin eftir í VG sem að kippir sér upp fyrir þetta. Nei. Þetta er náttúrulega flokkur sem að fekk í kosningunum 2017, fekk 70%. Það mælist núna með 6. Já. Þannig að og það er með að við svona persónu fylgi Katrínar sem að lítur að vera eitthvað eftir. Þá myndi ég ætla að þessi 6% sem væri hann eftir styðji bara Katrínu og þessu ríkisstjórn. Já, einmitt. Þannig ég oft er það þannig að það talaði með ef að vantraust mistekst að þá er það náttúrulega bara stuðningsyfirlýsing við Jón, þannig Jón kemur sterkar út úr þessu. Einmitt. Það er hægt á því, já. En varðandi það að stundum heyrim að gagnrýnt að þingmenninni sem að eyða tíma í svona tal. Það er ekki verið að tala um eitthvað sem skiptir fólki máli. Mikil vandamál í húsnæðismálum. Já, af því það er eiginlega bara vita mál hvernig þetta mál endar, þannig að allt sem fer í þetta er tímasón. Það var einn sem sló í gegn í þessum umræðum, það er Tommi í Tommaborgurum. Tómas á Tómasson sem að gerði grein fyrir atkvæðsinu. Heyra það? Já, við skulum heyra það eins. Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn, hæstvirtir ráðherrar og kæra þjóð. Sitt sýnis hverjum. Eva Sjöfn Helgadóttir talar að veita fordæmi. Eins og allir vita það var Alþingi Íslendinga stofnað 930. Á árunum 985–1001 þá var Þorgeir ljósvetningagoði Þorkelsson lögsögumaður. Á þeim tíma risu uppi deilur milli kristinna manna og heiðinna. Þorgeir var þá leiðtogi síðarnefndar sem sagt fyrir heiðingja og leiðtogi kristinna manna var síðuhallur. Sagt er að til að komast að niðurstöðu hafi Þorgeir lagst undir feld í nokkur tíma og síðan ákveðið að Ísland skyldi vera kristin en leyfa útburð barna, áta hrossakjöti og blót ef það var gert í laumi. Nú, ég stend hérna og upplifi það að ég er eins og vindpoki á flugvellinu upp í Sandskeiði. Og því segi ég er búinn að hlusta á ykkur og eftir því sem ég heyri þá trúi ég báðum aðilum og segi eins og Sókrates, ég veit eitt að ég veit ekki neitt, þess vegna greiði ég ekki atkvæði. Já, hann tókst að líka sér eða svona sinni stöðu bæði við Sókrates og Þorgeir ljósvetningagoða. Já, samt var hann svona eins og vindpoki á flugvelli. Já, vindpoki á flugvelli. Ég veit ekki alveg hvernig hann upplifir þetta sko. Nei. Hann hlustar á eitthvað og hann finnst hann mæla rétt og hann hlustar næsta og finnst hann mæla rétt og hann mæla fyrir út. Sammála síðasta ræðumanni eitthvað. Þetta er dálítið sérstakt. Þetta er dálítið sérstakt. En það er ágætt að tengja sig við þessa menn. Já. Það er eitthvað... Heyrðu, já,
fjármálaáætlunin komin. Já, hún kom í gær eftir lokumarka eins og sagt og komið viðbrögð við henni í dag. Það eru, heimildin talar áframhaldandi halla, mildan hvalrekaskatt, bankasala og lítið aðhald. Já, þetta svona samadregið svolítið held ég bara eins og viðbrögð allra. Ég enginn verið ánægður með þetta nema ráðherrarnir náttúrulega sem eru hæstánægðir. En SA óánægt, SÍ óánægt, ýmsir svona hagfræðingar sem stíði fram eru óánægðir. Enginn skilur byttu átti ekki að koma einhver aðgerður út af verðbólgunni, en það ekkert slíkt sem hefur núna áhrif. Það heldur, svo eru við með mjög óljósar yfirlýsingar að þessu að venda fólk fyrir áhrifum verðbólgunar. Það mjög veikt og óljóst. Þannig að ég myndi ef þetta væri svona einhvern, ef þetta væri Rotten Tomatoes og þetta hefði farið þangað inn og maður verið að lesa út úr einhvernum hvað hefur verið, þá held ég að fái svona kannski 1,8. Já, einmitt. Því að sömuleyti var búið að vera að tala alveg, Seðlabankinn alltaf að segja að nú verður ríkisstjórnin að koma, við getum ekki verið eini í þessu, verkalýðshreyfingin við lagt mikla áherslu á það, allir lagt mikla áherslu og allir horfa á ríkisstjórnina, svo kemur hún með þetta og svo til dæmis eitt þessu því að það er mildur hvalrekaskattur stendur það sem er eiginlega engin hvalrekaskattur í þessu nema að þau komast að samkomulagi til þess að skattleggja fjármagn og fyrirtækjaeigendur að þá hækkað 1% tekjuskattur fyrirtækja í 1 ár. Já, í 1 ár. Já, ég myndi aldrei kalla þetta hvalrekaskatt því að þá hugsunin kannski eins og til að sjávarútvegurinn hefur grætt mikið á hækkun og matvöruverði út af Úkraínustríðinu. Orkufyrirtækin græða mikið á hækkun og orkuverði annars staðar. Var mikið aukning hagnaðar á öllum álverunum, bæði fyrir Austfjörðum og Rio Tinto. Þá hefur verið lagður á sérstakur skattur til að ná því. Það hefur líka verið mikill vaxtahækkanirnar, skiluðu miklum hagnaði til bankana. Það ekkert slíkt í þessu. Nei, einmitt. Og þessi hækkun á tekjuskatturinn náttúrulega, hann leggst bara á hreinar tekjur, þau eru búið að taka útgjaldi frá. Þannig að þetta er mjög lett byrði. Miðað við reyndar Katrín rökstuddi þetta að því að ríkið hefði aðstóða fyrirtæki svo mikið í COVID. Það verið komið svona payback time. En ég veit að kannski þetta við að skoða hvað 1% tekjuskattur. Það væri mjög forunulegt að reyna að fara að rýna þess. Já, ég held að man ekki alveg tölunar, ég held að ég myndi gíska á þetta væri kannski svona tæplega 3 milljarðar. En það var auðsið út óheyrilegum upphæðum. Já, í góðinu. Já. Herðu, svo er aðalfundur í Seðlabankanum núna og Ásgeir talar að inngangsræðinu að við munum aldrei ná tökum á verðbólgunni að verkalýðshreyfingin sundruð. Já, það er sérstakt efnahagslegt vandamál og verðbólgu hvati er sundrung í verkalýðshreyfingunni. Hann með smá brot úr ræðinni með leyfi fundarstjóra. Ég verð að viðurkenna að ég hef haft áhyggjur af þróun vinnumarkaðarins á undanförnum. Ég óttast að þar sé akkilísarhæll Íslands í baráttunni gegn verðbólgu nú. Alþýðusamband Íslands hefur veikst verulega og hefur ekki enn lengur samningsumboð fyrir hinn almenna markað. Það er skaði. Sátt á vinnumarkaði getur aðeins falist í því að allir sitji við sama borð þegar samið er. Við þurfum sterkt alþýðusamband sem samningsaðila til þess að standa vörð stöðugt verðlag og vaxandi kaupmátt með viðsemjendum sínum. Við þurfum einnig sterkt alþýðusamband sem þorir að taka ábyrgð og hugsa heildarhagsmuni. Hætt er við að tvístruð verkalýðshreyfing tíni sjálfur sér í þoku og heiðum uppi og endi á hringsóli í því sem launahækkanir og verðhækkanir ganga víxl. Já,
hann alveg bara beita rithöfund að hafa leikonum hann. Já, hann hefur bjóð bók sem að reyndar hann hefur verið sakaður freklega ritstöld eða var nú hugmyndin. En það sem er eiginlega að segja, það vantar sterkt alþjóðsamband sem að hugsa heildarhagsmunir sem að þýði það að ekki semjum háa launahækkanir heldur beygja sig undir það. Hann er bara að biðja svona Gylfa Arnbjörnsson aftur. Já, hann er bara að gera það og hann er í rauninni, finnst mér að taka svolítið við þarna þessari ömurlegu eða þessari ómerkilegu fjármála áætlun og beina aðteklinni strax frá henni einhvern veginn, þrátt fyrir hann hafi verið búin að reyna fá svona, eða íta svona aðeins við ríkisstjórninni upp á síðkastið, en núna er hann einhvern veginn bara, þau ætla ekki að gera, þá hjálum við í verkalýðshreyfinguna aftur. Reyndar á þessu fundum, þar sem að hefur bent á að Seðlabankinn hafi verið að beina spjótunum svolítið að ríkinu, þá hafa það verið vara Seðlabankastjórnin sem hafa gert það. Já. Þeir hafa verið miklu tervari, meðan hans talaðu mikilvægi skattaðekana. Einmitt. Og svo mann ekki hvað hann heitir aðstofa Seðlabankastjórinn í fjármálastöðuleikunum hann sagði að til þingmanna að þeir yrðu að gæta því að inn í tekjulágu yrðu varðir fyrir skaðsemi verðbólgunar. En ég man ekki að Ásgeir hefur ekki alveg talað. Ásgeir hefur ekki alveg bent þannig. Hann hefur aðeins talað að hann hafi pínu áhyggjur af leigjendum. En það hefur ekkit farið neitt mjög langt. Nei, þetta er svona Herðu, viðskiptablaðið segir frá félagar í Kauphöllinni greiddu sér 70 milljarða króna. Nei, munu greiða 70 milljarða. Það er viðskiptablaðið búið að telja það saman eftir, nú við liggja fyrir tillögur í aðalfundunum. Annars verður að greiða út arð og hins vegar að félögin kaupi í hlutabréf sem er önnur leið til þess að færa eigendunum arðin. Þetta eru 70 milljarðar sem að þessi, mann ekki hvað eru 23-4 félög borga sínum eigendum. Þarna er Síminn alltaf efstur, það er að vera að skræla það reglulega innan. Ég held að þessu 13,6 milljarðar sem eiga að fara til eigenda Símans sem eru sem eru Stoðir 16,2 milljarðar, ég með þetta Arion 12,5, þar eru Stoðir líka sterkir. Stoðir hafa rekið þessa stefnu þar sem þeir hafa komið og stundum ráðar félögunum þóttir eigi bara mikið minnihluta af því að lífeyrissjóðnir leyfa þeim að ráða og þeir sem er að greiða sig mest út eru Síminn sem að Stoðir hafa mótað eigandastefnuna, Arion þar sem að Stoðir hafa verið stærsti eigandinn, Íslandsbanki þar sem að Stoðir ætla að komast inn til þess að ná tökum á í gegnum Kviku og svo er það Brim og Heimskip sem eru í eigu, þetta eru kvótagreifarnir sem eiga þetta sem ætla að greiða sig sitt hvora 5,3 milljarðana og svo Síldavinnslan, það er líka kvótagróði 3,4 milljarðar. Þetta er bara, maður bara svona skilur ekki af hverju þetta má. Já. Þetta er einhvern veginn svona þau eiga þetta, ég á þetta, ég má þetta það er bara þannig en þú veist, þeir áttu þetta ekkit. Nei, þeir eignust þetta það var og eru stjórnvöld hér sem að telja að það sé betra fyrir Íslands samfélag að sjávarauðlindins í höndunum af fáum Já, þannig er það er ástæða fyrir þessu. Herðu, hvað er meira í þetta? Herðu, það eru búin að vera samningar, BSB voru að skrifa undir samning 6,7%. Já, það er 6,75 þetta hefur verið kynnt þannig, þetta er sömu, það var prósenta sem var hækkunin í samfloti iðnaðarmann og verslunarmanna og síðast meldist verðbólgan 9,8 þannig að þetta er þá samningar upp á kjaraskerðingu. Já, þetta er það. BHM er að sigla sömu leið, samskonar samning. Hann kennar þetta ekki? Ekki kennararnir, þeir eru ekki búin að semja. Ég veit ekki hvað það er alvarlegt á kennararnum, en kennararnir eru bara ekkert nálægt þessu, En það er svolítið öðruvísi form á þessu, BSB samtökin eru meira minna búin að skrifa undir, restin skrifar á morgun. BHM, þá þarf þetta að fara einhvern veginn svona aðra leið inn í aðildafélögin, en kennararnir eru bara ekki með. Kannski ætla þeir að stíga upp og neita þessu og fara í verkvall. Ég var með frétti byggð á tölum Hagstofunar þar sem að voru fjöldi kennara í framhaldsskólunum
Þannig er erfitt að meta það því að búið að stytta framhaldsskólan, en það má skoða eitt sem að er fjöldi kennara með kennsluréttindi. Já. Og bæði sem fjölda, og það 20% farið á 10 árum. Já. Og kennara með réttindi sem hlutfall af fjöldanum rapað mjög hratt. Og bara ótrúlega hratt að þetta er svo stuttur tími. Þetta er bara 9 ár sem að ég skoða. Já, mér finnst þetta svolítið athyglisvert. Já. Þannig að ég held að kennarar eins og hefur komið fram víðum heim, Bretlandi og í Bandaríkjunum, að þá hafa kennarar komið fram með kröfur í samningum sem er ekki bara hækkun launa, heldur bara almennilegan umbúnað bæði fyrir sig og nemendur. Nákvæmlega, einmitt. Herðu, Barðavogsmálið. Já, við fylgjumst með þessu. Bara svona aðeins með öðru augunum, ekkert ítalega. Þetta er svona Þetta er bara harmsaga. Já. En það var sem sagt sálfræðimátamanninum sem ákærður fyrir manndrápið. Telur hann vera á einhverfurófi og hann sé hugsanlega með persónuleika röskun og að hann hafi samt ekki sýnt einkenni geðrós. En þetta er bara, þetta er einhvern veginn. En hann hefur alist upp við ofbeldi og vanrækslu. Hann hefur alist upp við ofbeldi og vanrækslu. Já, þetta er bara harmleikur, held ég. Já. Eins og svo mörg svona Já, það er yfirleitt eru gerendurnir, þá er það löng harmsaga sem liggur á baku því. Það talið að faðir hans hafi komið í veg fyrir að hann færi greiningu á sín tíma. Þannig að, þetta er bara sorglegt mál. Herðu, bæjarstjóri gagnrýnir skipun klausturmanns í starf lögreglustjóra í Vestmannaeyjum. Já. En hvað heitir hann? Karl Gauti. Karl Gauti. Já. Þú vill ekki fá hann? Klausturdónunum. Hann náttúrulega var að tala hvað hún hefði nú, hvernig orðaði hann? Á klaustri? Já, klaustri. Ég var að tala hvað hún væri nú búin að... Hún er Íris. Það er Íris sem er bæjarstjórinn. Já. Falla í hratt. Já, alveg rétt. Já. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að þessi bæjarstjóri bankið þessi borðið og... Já. En veistu hver er skipaðan? Já. Vinur okkar í dómsmálaráðuneytinu. Hann er alveg ævintýralega. Það er eiginlega okkar með einasta degi sem er eitthvað svona... Ég er alltaf sannfærðar það að hann er bara risa smjörklípa sjálfstæðisflokksins. Til að gera hvað? Hann er bara alltaf að gera að skemmta og Bjarni mókar peningunum til Jónsson. Já, meðan Bjarni mókar peningunum. Þannig að ég held að þetta sé bara þess vegna Bjarni er svona ánægð með hann, þess vegna fer hann alltaf af og til og vera hann og svona í pontu. Það fór nú allur dagurinn í Jón í dag. Já. Þetta er orðið svolítið þannig. Hvað heldur að Bjarni hefur verið að gera með hann? Hann kom eitthvað fram í því ég heyrði að Þórdís Kolbrún kom fyrst upp og varaformaður. Þá fór ég að segja, hvað er Bjarni búin að nóga því að fara alltaf að stíga upp að verja Jónsson? Færð þú núna? En svo kom hann sjálfur sérna, Bjarni. Já. Þetta er komið. Herðu, það er reyndar eitt frétt úr íþróttaheimum að Arnar Þór landsliðsþjálfari, hann var rekinn. Já, eftir að unnið glæstan sigur 7-0. Reynda bara á Liechtenstein sem að þykir ekki merkilegt. Nei, það þykir ekki merkilegt. Allt og fámenn þjóð. En ég held að sé allir saman að hans tíð sem allir þarf hafi verið einstaklega stemmingslítil og leiðileg. Þannig að ég kannski er hann hissa og áruð fyrir vonbrigðum, en ég held að það sé ekki margir fyrir. Nei. Ég held að sé allir til í að skipta. Það fylgir oft svona þjálfari í svona liðum að þá ef það ekki gengur að þá er bara að pröfa eitthvað nýtt. Herðu, en við ætlum að snúa okkur að Kastljós gagnrýni eftir augnablik.
Já, við byrjuðum hérna, ég held fyrir 2 vikum, kannski 3, á nýjum liði í þættinum sem heitir Kastljós gagnrýni. Þá fórum við yfir Kastljós viðtal við Bjarnar Benediktsson og ég fekk Ásgeir Brynjar Torfason til þess að hjálpa mér við að greina það og gefið einhvers konar einhvern. En í gær var langt Kastljós húsnæðismál og þar mætti Sigurður Ingi innviðaráðherra Jóhannsson og ræddi svona sína afstöðu hvernig þetta bregðast við húsnæðiskreppunni og til þess að fara aðeins yfir þetta viðtal ég fengi hingað gagnrýnanda Guðmund Hrafn Arngrímsson formann Leiðarsamtakanna, þetta velkomin. Takk fyrir. Hvernig fannst þetta svona heilt yfir þessi þáttur hjá RÚV? Sko, þátturinn var stórmerkilegur. Ég held að þetta er merkilegur þáttur í mörgu tilliti. Þarna tæplega 20 mínútum eitt í að lýsa húsnæðismarkaðnum og þarna fengnir svona 3 aðilar sem að ætla mætti að getu komið með skýra afstöðu stöðuna og hugsanlega hvernig þetta bregðast við þessu. Nú frammistaða til dæmis bara Sigurður Inga Jóhannssonar í þessum þætti fannst mér arfarslök og ég held að ég deili þeirri skoðun með langflestum. Nú Ragnar Þór Ingólfsson, það er engan að undra að hann bara höfuð og herðar yfir þá sem að voru í þættinum í gær. Þetta var stórmerkilegt að svona... Bankastjóri Landsbankans var þarna líka? Já, bankastjóri Landsbankans var þarna. Og óljóst hlutverk eða? Já, og hún hafði rauninni ekki fram að færa heldur en að bankarnir ætluðu að halda áfram að græða á vaxtameðismun og reka fólki í verðtri lán og að það verður bara engin úrræði fyrir leyendur, ekki nokkur. Og það var svona niðurstaðan hjá úr svörum hennar. Við erum með nokkuð brot úr þættinum og við ætlum að spila þau og svo skulum við fjalla það. Fyrsta broti kemur inn núna. Komin. Þið heyrið í þessum konum, Sigur, ef við byrjum á þér. Skilurðu þeirra örvæntingu? Já, algjörlega og það auðvitað bara erfitt að búa við húsnæðis óöryggi. Þetta er svona eitt af því mikilvægasta sem við þurfum að tryggja og það sem af því að það hún sagt að stjórnvöld hefði ekki gert neitt að þá settum við mitt lögunum fyrstu fasteign og þróuðum það síðan að það veri fyrir þá sem ekki hafa átt húsnæði í 5 ár, þeir getur líka farið þar inn, þar sem þú getur nýtt séreignarsparnað í alltaf 10 ár til þess að annað hvort safna upp til þess að greiða safna fyrir útborgun eða greiða inn á höfustóli ef þú ert búin að eignast eða jafnvel nota það líka sem ef óverðtryggt lán er ræða að greiða niður greiðslubyrðina, þannig að það er fyrir suma af þessum sem þarna voru nefndir þá er það alveg klárlega tækifæri til að hjálpa við að safna upp í. Já, hann segir hann annars vegar að ríkisstjórnin hafi brugðist við vanda fólksins sem var að lýsa sinni stöðu þarna í Kastljósi og það var annars vegar þegar þau verið með aðgerðir fyrir þá sem er að kaupa fyrstu fasteign og víkka það út þannig að fólk sem ekki átt fasteign í 5 ár sem er náttúrulega fólki sem misti sitt í hruninu líka gæti komið inn á markaðinn og svo væri fólki gefið kostur á því að nota séreignarsparnaði til þess að greiða niður lánin sín og fá betri stöðu og það verið klárlegt sagðan að sumt af þessu fólki sem við vorum að hlusta á gæti notið þessara. Hvað segir það? Já, þetta er náttúrulega svolítið merkilegt sko. Þarna er búin að vera undan nokkur mynda innslag 2 fjölskyldur á leigumarkaði sem lýsa alveg hræðilegum aðstæðum sínum. Er á leiga þarna á 400.000, þetta er fólk sem eins og í einu dæminu þar sem að einstaklingur lýsi því að þau eru búin að vera að leigja í 10 ár á raunvirði upp á 42 milljónir. Það eru 42 milljónir af þeirra sparifé bara farið út gluggann. Nú, svo talar hann þetta séreignarsparnaðinn sem er svolítið merkilegt. Hann talar þetta er náttúrulega sömu lögin, það er þessi aðstofi fyrstu kaupendur. Hún átt að fara fram í gegnum þessu lögum notkun séreignarsparnaðar til þess að Er það hlutdeildarlánin sem hann er að vísa í? Nei, þetta er lögum séreignarsparnað sem þá fyrir fyrstu kaupendur máttu nýta sér séreignarsparnað til þess að borga inn á annarkvort höfustól lána eða inn á verðtryggð lán eða þá að nota þau í útborgun á íbúð.
og þetta eru lög sem tók gildi 2016 og allur sparnaður sem hefur fallið til síðan þá má nota í þessum tilgangi. Nú mér líka við að fullyrða að fæstir leigjendur hafa nokkuð tíma að geta nýtt sér séreignarsparnað. Ég held að svona allavega þeir sem að búa hvað höllustu fæti á leigumarkaði, þeir hafa ekkert frekar tök á því að safna stórum fjárhæðum í séreignarsparnað eða geta með engu móti lagt fyrir að búa við íþengjandi húsnæðiskostnað og eiga aldrei neitt aflögu. En það ekki rétt hjá ráðherranum að fólki sem viðtalið var við gætu nýtt þessa kosti sem hann nefndir? Nei, en það hefur það líka verið í umræðinu og það kemur fram í umsögnum stéttarfélaga þegar þetta frumvarp sett fram og þessi lög verða lögum að þá benda stéttarfélögin á að þessi lög, þetta frumvarp muni að mestu leyti gagnast tekjuháu fólki sem getur lagt mikið til hliðar í séreignarsparnað og nýtt sér hann. Þannig að þetta meðal sem að gagnast fyrst og fremst þeim sem hafa háar tekjur. Það ekki þeir hafa ekki... Það var vita fyrirfram þegar þetta var sett með umsagnir við frumvarpið, það láði alveg fyrir. Það láði alveg fyrir að þetta myndi ekki... Þannig að það ekki alveg, það halva ósangin hjá honum að vitna til þessara aðgerða í tengslu við sögunar sem að fólk heyrði í Kastljósi. Já, algjörlega og enda bendir en ekkert á tölur hversu margir leigjendur hafa sloppið af leigumarkaði eftir að hafa nýtt sér þetta tæki og það var mjög forvindlegt ef að ráðherrann kemur bara fram með þær tölur og segði að fólk á aldrinu kannski 30-40 ára hversu margir leigjendur á þessum aldri hafa geta nýtt sér þessi úrræði með að ná í séreignarsparnað sem hefur fallið til frá 2016 og til þess að auðvelda sér innkomin á húsnæðismarkaðin. Mér er til efsa að það sé bara að það sé einhver bælandi fjöldi. Okay. Það bara eru bara allir tölur sem benda til þess fólk búið að vera fast á leigumarkaði og hefur ekki komist þannig að mér til efsa að þetta hefur hjálpað þeim. Það sé nokkur. Við skulum fá annan brott. Það alveg klárlega tækifæri til að hjálpa við að safna upp í útborgun en þetta auðvitað erfitt og svo náttúrulega húsnæðisverðið í hæstu hæðum núna og aðgerðir Seðlabankans eru auðvitað tímabundnar. Það mikilvægt að ná niður verðbólgu svo við komumst út úr þessari stöðu þar sem að meðal annars verðhlutföllin og greiðslumatið var svona gert þyngra. En þið hafi verið að boða aðhaldar í ríkisrekstri, frestun og aðgerðum sem ekki hafnar og ýmislegt, en hefur þessar aðhaldsaðgerð áhrif á ykkar áformum uppbyggingu sem þú nefndir núna áðan með húsnæði? Nei, það gerir það ekki og við erum að reyna að verja arðsamar fjárfestingar annars vegakerfi, Landspítalinn heldur auðvitað áfram og eitthvað fleira slíkt en einnig þá erum við að horfa á húsnæðismarkað en þessi stefna að geta byggt alltaf 35.000 íbúður á 10 árum til þess að gera stóran hluta 30% svo kallaðar íbúður á viðráðanlegu verði annarkvort undir hlutdeildarlánunum sem við þurfum auðvitað að víkka út viðmiðin sem og þessar almennu íbúður með stofnframlögum og þar til viðbúta 5% af félagslegum íbúðum að þar eru við að leggja af stað held ég ágætlega það er rétt sem Ragnar sagði að sem sagt í kjölfara lífskjarasamningnum þá var svona reynt að greina stöðuna og ljós kom að menn vissu of lítið þannig að við erum búin að bæta mjög þekkingu okkar það er komin stafræn mannvirkjaskrá það sem við vitum núna að verða að byggja og klára 2700. Já, þarna var hann að tala margt þarna var hann að tala að það væri það sem hefði ítt yngra fólki út af húsnæðismarkaðnum, væru þrenging á greiðslumatinu og háir vextir sem væri tímabundið ástand og það væri mikilvægt að ráðast á verðbólguna og það var hugmyndin svo að með hækkunum vaxta þá myndi verðbólgan hverfa og þá væri hægt að liðka til aftur þannig að fólk gæti fengið lán frekar. Hvað séu það? Neyð á leigumarkaði, hún ekkert að byrja árið 2022 eða 2023.
bara langt í frá. Þannig að það ekki að kenna þessu dægur ástandi sem umvafið verðbólgu og vaxtahækkunum þessa neyð á leigumarkaði. Hún búin að vera ríkjandi alveg frá 2013, frá því að samtök leigjendur eru stofnuð. Það búið að vera að kalla eftir aðgerðum, það búið að lýsa yfir neyðarástandi. Allir forverar Sigurður Inga hafa komið fram og lýst yfir alls konar aðgerðum og alls konar áformum ríkisins til þess að koma leigjendur til aðstoðar. Þetta bara ekki dægur ástand. Þetta ástand af hugmyndafræðilegum toga. Þannig að þetta meðvitað og þetta skapa meðvitað og svona tekur mið af mjög eintóna ráðgjöf innan úr stjórnkerfinu sem miðar öll að því að viðhalda þessu ástand á leigumarkaðinum þannig að það alls ekki hægt að kenna verðbólgunni núverandi eða vaxtahækkunum síðustu mánaða hvernig komið fyrir leigjendum núna. Leigjendur eru að upplifa bara enn verri skelfingu heldur en það var að upplifa áður, en svo skelfing, hún á sér rætur alveg aftur til 2013, að minnstakosti. Þannig að það var bara verið hægt versnandi ástand á leigumarkanum. Það var pínulítið slaki í COVID sem var kannski svona svikalogn, eða kom fram svona í tölum að hækkunin var ekki eins mikil og áður var í, en síðan þegar COVID farið og ferðamennir koma aftur, að þá bara byrjar píningin áfram. Já, þetta bara nákvæmlega þessi staði, nákvæmlega eins og þú lýsir, og það annað að reyna að klína þessu líka á COVID. Þetta eins og eitthvað svona fríspil, nota sér þessar ytri aðstæður sem hafa komið upp á undanförnum 2-3 árum, en þetta ástand, eins og segi, þetta ástand sem að á sér rætur áratug aftur í tíman, og það búið að vera að kalla eftir aðgerðum þess að bregðast við því ástandi stanslaust, og stjórnvöld hafa tekið þátt í alls konar vinnu og komið fram með alls konar áform að vernda leigjendur fyrir þessar sjálftökur sem búa við á leigumarkaði. Það er ekki þessu raungerst, og ég set nú eiginlega bara spurningar við svona þetta aðgerðaleysi og sinnuleysi, og sérstaklega þetta að koma svo fram í fjölmiðlum eins og í gærkvöldi og svona skýla sér á bakvið ytri aðstæður sem að hann vonast til þess að geta bjargað andliti sínu svona rétt á meðan, vegna þess að hann getur sagt að já, það bara verðbólga, það vaxtahækkanir og það var COVID, en fyrir þann tíma það var bara nákvæmlega sama stað uppi hjá leigjendum. Þannig að þessar embættisfærslur hans og þetta sinnuleysi, ég setjum bara spurningarmerki við heilindi ráðherrans í þessu málum. Ég vil bara segja alveg sér, og jafnvel bara við embættisfærslur hans og tryggð við almannahag í þessu tilliti. Ég verða að lefa mér að segja þetta, vegna að mér líður bara þannig. Í seinni hlutunum að þá hann spurður hvort að aðhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar muni hægja á uppbyggingu húsnæðis, af því að hann hafi skrifað undir eitthvað sáttmála 35.000 íbúðir á einhverjum tímabili, og hann sagði nei, teldi svo ekki vera, að það benti margt til þess að það stæðist, að það væri ekki samdráttur í framleiðslu og húsnæði, og hann nefndi að það sem að myndi bæta ástandi sérstaklega fyrir líklega fólkið sem hann hafði í huga, sem hafði verið að tala fólkið sem fast á leigumarkaði, að þá kæmu þar fram hlutdeildarlánin, og þau ætluðu að útvíka þau. Það kæmi almennar íbúðir sem bjarg, og það kæmi 5% færi í félagslegar íbúðir. Já, og þetta svolítið merkilegt að bæði tala þetta, byrjum bara á framleiðslunni, hversu líklegt það að þessi áform stjórnvalda nái fram að ganga. Leigjendur geta ekkert búið sig í einhverjum áformum. Þeir hafa ekki getað það undanfarin áratug og mun ekki geta hreiðrað sig í þessum áformum með óskalista Sigurður Inga, og þetta alveg galið að lýsa yfir áformi eins og forvera hans alveg aftur til ársins 2015 sem hafa stanslaust, og hann núna sjálfur í þrígang lýst yfir stórkallalegum uppbyggingar áformum á húsnæðismarkaði. Það verður ekkert þessu gengið eftir, það verður engu skriður komist á neitt á húsbyggingamarkaði þrátt fyrir
þessar yfirlýsingur og þessi áform. Hann vísar þannig til að það hefði tekist ágætlega til hann árum 2020 til 2021 en framleiðnin þá framleiðslan, hún var bara pari við það sem að var að gerast hérna árunum eftir aldamót sem hlutfall af fólksfjölgun og jafnvel yfir minni, þannig að sko framleiðslan hefur ekki haldið í hendur við fólksfjölgun, framleiðslan hefur eldur ekki tekið neitt mið af þeim gati sem að tímabili frá 2009 til 2017 skildi eftir sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sjálf mata væri upp á 8.000 íbúðir, þannig að talandi að þetta hafi tekist vel til og svo hafi komið COVID, nú sko ef að menn sífellt rekur í rogastans og svona einhverja hamfarir geta bjargað andliti þeirra, þá eru menn náttúrulega svolítið illa stattir sem stjórnmálamenn ef að þeir ætla að nýta sér svona hamfarir sem að gangi við samfélagið sem eitthvað svona tæki eða eitthvað blæju til þess að breiði við sín mistök, þannig að bara alveg glatað og varandi hlutdeildarláni vegna þess að þetta er mjög mikilvægt atriði. Þau voru sett á til þess að ýta undir byggingu hagkvæmra íbúða fyrir jafnvel fyrstu kaupendur og fólk með lága tekjur og það var í þeim bæði í reglugerðin sem kom út í nóvember 2020 þá var í þeim ákvæði einmitt að skylda eða hvetja byggingaraðilar til að byggja hagkvæmt. Þar voru líka skyldur til byggingaraðilar þeir myndu skilen gögnum byggingakostnað til þess að tryggja gagnsæi og líka tryggja það að væri verið að byggja hagkvæmt sem myndi skila sér í lækkuðu verði til neytandans eða kaupandans. Bæði þessi ákvæði voru felld út úr reglugerðin nokkrum mánuðum seinna. Af hverju? Ég hef nú leitað svara við því og ég hef ekki fengið svör við því. Það verðist eins og einhverjir aðilar bara inn í ráðuneytinu hafi tekið sér til og breytt þessum ákvæðum, sérstaklega ákvæðum sem varðaði byggingakostnaðinn og enginn getur svarað því. Þarna hafa hlutdeildarlánin eiginlega orðið algjörlega gagnslaus. Það var gefin út tölur fyrir nýlega hversu margir hafa geta nýtt sér þetta voru nokkur 100 einstaklingar og þetta var ágættir svona greining á hvaða hópar þetta voru og ég tók mér nú bara til og reiknaði hlutfall leigjenda sem hugsanlega hefur geta nýtt sér hlutdeildarlánin og það að því við vitum í hvað aldurshópum þeir voru sem fengur hlutdeildarláni og hversu mörg lán voru veitt í þennan aldurshóp. Við vitum líka hversu stórt hlutfall leigjenda í ákveðnum aldurshópum og við vitum starf leigumarkaðarins. Þannig að mjög auðvelt að reikna út hversu margir við vitum ekki verið víst en svona hlutfallslega þá hafa hlutdeildarlánin nýst það byrja 1% leigjenda og ég veit ekki hvort að þetta hugsa sér fullkomnara áhrifaleysi eða gagnsleysi og þetta innviðaráðherra að benda ásamt sérregnsbarnanum sem aðgerði stjórnvalda inn í krísu ástand sem að nýtist akkurat engum og jafnvel þeim sem að síst skildi. Þú ert ekki ánægð með en kannski verður ánægð með næsta brot, kíkja það. Og þið hafi verið að boða aðhaldar í ríkisrekstri frestun og aðgerðum sem ekki hafnar og ýmislegt en hefur þessar aðhaldsaðgerð áhrif á ykkar? Í kjarasamningnum þá var svona reynt að greina stöðuna og ljós kom að menn vissu of lítið þannig að við erum búin að bæta mjög þekkingu okkar, það er komin stafræn mannvirkjaskrá það sem við vitum núna að verða að byggja og klára 2767 íbúðir og þeir eru á byggingastígi 1-7 og það tókst að byggja mjög mikið á árunum 2021 svo kom COVID svo kom COVID og þá seldist bara allt saman og við náðum ekki að halda áfram og svo núna eru vextirnir roknur upp á öllu aldi, húsnæðisverð á sama tíma aðgerðir Seðlabankans til að kannski koma í veg fyrir að ungt fólk fari inn á markaðin við þessar aðstæður gerir það að verkum að við erum svolítið að fara að blása í næstu snjóhengju af ungu fólki sem skóplast upp og þetta fólk sem þarna var að tala við hluti þeirra. Þannig að við teljum mjög mikilvægt að núna grípa inn að hið opinbera stígi inn og byggi eins og það geti, lagfæra það sem út af stóð með hlutdeildarlánin og að byggja fleiri af þessum íbúðum fyrir leigumarkað. Því þú nefnir vext. Þarna segir hann að nú sé mikilvægt að ríkið stígi inn og byggi. Hvað hann að boða þannig?
Ætlar hann að fara að byggja íbúðir? Þetta svona stef sem að við höfum heyrt nokkuð oft að nú sé til En þetta ekki ágætt að hann ætlar að fara að byggja húsnæði? Jó, þetta náttúrulega áform, hann hefur ekkert sagt hvernig hann ætlar að byggja þetta húsnæði. Sigurður Ingi hefur náttúrulega sagt þetta eiginlega frá upphafi fyrir sín sem innviðaráðherra að það standi til að byggja hérna 20.000 íbúða. Við horfum bara upp á gríðarlegan samdrátt í húsbyggingageiranum akkurat núna. Hann er að lofa þessu aftur, bara þetta er af sama meiði og hans fyrir lofvörð. Ég get ekki séð nokkuð til þess að treysta þeim eða binda einhverja vonir við svona ummæli. Það munur á þessu, hvort hann segi að það sé húsnæðis sáttmáli 35.000 íbúðir, þar sem gert ráð fyrir að það sé svona hvati fyrir verktakana og útdeling á lóðum og svo komi bjargðarn inn og svo íti hlutdeildarlánin undir byggingu á hagkvæmum ódýrum húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og það eru félagslegar íbúðir, en þetta er bara svona kerfið, en núna er hann að segja að ríkið stígur inn og byggir. Já, ég skildi það þannig, ég skildi þess þetta passar ekki við neitt sem hann sagt áður. Eins og hann sagði það, ég held nú hann hef ekki verið að meina þetta svona að ríkið ætli að fara að byggja húsnæði, en það er akkurat það sem að þarf. Þarna hefur kannski verið svona hálfgeitt svona Freudian slipp hjá honum, þetta er það sem að þarf og það sem að leigjendur þurfa, að ríki og sveitarfélög komi með kraftmiklum hætti inn á húsnæðismarkaðan og byggi vegna þess að þessi áform sem að ég veit ekki hvort að Sigurður Ingi vonast til þess að ylji leigjendum á kvöldin, ég efast þó það, þau hafa bara enginn að þeim náð fram að ganga, þannig að kannski er hann bara átt á sig því að þau verða að gera þetta sjálf. Þau get ekki sett hennar óskalista í fangið á samtökum atvinnulífsins eða viðskiptaráði eða svona kónum þeirra á byggingamarkaði og fasteignamarkaði. Hann er kannski búin að átta sig á því. Ég hef eftir að sjá það og ég hef eftir að heyra hann segja betur frá þessu og kannski verða hann til svar þetta. Nú, við vitum til hins vegar að OECD til dæmis lagði til bara núna fyrir ekki mörgum mánuðum síðan í nýri svona stefnuskrá sinni fyrir húsnæðismál sem ég veit að öll aðildarríkin fá og svona draga húsnæðisstefnur þess að landa að draga svolítið tauminn úr þessum plöggum, að það er heila bara lagt til að það sé tryggt að það sé stór hluti samfélagsins sem að eigi ekki húsnæði og verði þarlendi hreyfanlegt vinnuafl og geti farið þangað sem að þessi þörf. Þetta stendur bara einhver ógeðfeldasti inngangur í nokkra skýrslur sem ég hef lesið, að það tala svona blákalt þetta, kalt og tilfinningalaust að það sé sjálfsagt markmið að koma í veg fyrir það að fólk festi rætur vegna þess að atvinnurekendur þeir þurfi hugsanlega á því að halda einhvers þar annar staðar. Það má ekki vera auðvelt að eignast húsnæði í Hafnarfirði vegna þess að kannski þurfum við að nota fólkið í Bakka í Húsavík. Já, og þetta er það sem er svona lagt upp með skýrslunum. Þess vegna hef ég ákveðna grunsemdir það að það sé markmið stjórnvalda að stækka leigumarkaðinn til þess að mynda að tryggja það sem þeir kalla hreyfanlega vinnumarkað, en það hefur hins vegar alveg skelfilegar félagslegar afleiðingar í för með sér sem er ekkit ávarpar í þessu erindi eða vegna þess að það virðist vera þessi áætlun sé í gangi vegna þess að það er engin teikn á loft það að það sé verið að draga úr stærð leigumarkaðins og reyna auðvelda leigjendum að komast í séreign. Það er ekki verið, því að leigumarkaðin hefur stækkað, það verður erfiðara og búið að vera að þessari öld, það er erfiðara fyrir fólk að eignast húsnæði, þannig að þeir sem eru fastur á leigumarkaði eru miklu stærri hópur eftir hrun heldur að vera áður og það lítur að vera stefna stjórnvalda að hafa það svo, annars myndir breyta þessu. Já, það hefur verið eins og við rætt hérna ofta áður, það hefur verið umpólun í eignarhaldi á íslenskum húsnæðismarkaði og hún er ennþá í gangi, það eru stærsti hluti kaupenda og ennþá lögaðilar og eignafólk á íslensku fasteignamarkaði og það er ekkit gert í þessu, það er ekkit rætt þetta er ekkit tekið fyrir hjá stjórnvöldum eða þinginu og það segir mig bara og rauninni bara staðfest þennan grunnminn að það sé í rauninni þá áætlun að eignarhald á íslensku fasteignamarkaði það færist yfir á hendur fárra og það er leigursala og
tryggi það að það sé hreyfanlegt vinnuafl sem eru þá leigjendur af neyðinni einni sem að eiga þá að geta nýst í þau störf sem að verða til eitthvað starf annar staðar sem eiga heima. Þetta náttúrulega bara splungun í veruleiki og hljómar eins og úr vísindaskáldsögu ef að þetta það sem að stjórnvöld að vinna eftir en þetta stendur bara blákalt í. Ekki já, kannski skýrslu Sigurðar Inga. Hann kannski lesi þetta, en hann skrifa þetta. Já, ég veit að þetta eru plagg sem að þessi skýrsla henni beint til stjórnvalda aðildarríkjana að laga eða íhuga minnst að laga húsnæðisstefnu sínar að þessum markmiðum OECD. Verðum við svona kíkja á fleiri klipp hvað Sigurður segir? Að við verðum að komast út úr þessu ástandi, hvort sem þú ert að borga 300.000 á mánuði í leigu eða 300.000 í kaupum eða hækkun á húsnæðislánu, það vildi reyndar heldur vera að borga 300.000 í að kaupa heldur en að vera á leigumarkaði. Við erum þó með húsnæðisbætur þar og hækkuðum þær svo sem 24% í fyrra. Vaxtabætunar útvikkuðu líka en þær segja voða lítið þegar þessar upphæðir eru komnar. Já, þarna segir hann myndi heldur vilja vera að borga 300 krónur í okurvexti og óverðtryggðu láni með breytilegum vöxtum heldur en að vera í sömu stöð og húsnæðismarkaði og vera að borga sömu upphæð og fá ekki neitt fyrir það. Já, ég skil Sigurður Inga bara mæta vel. Þetta skil ég allir leigjendur held ég. Já, ég held að það óski enginn sér að enda upp í eignalaus með enga sparnað eftir erfiða starfsæfi og vera kannski búin að þurfa að borga hærri húsnæðiskostnað heldur en þeir sem hafa verið að eignast húsnæðið sitt og geta lagt fyrir og eignast gríðarlega svona fjárhæðir í verðhækkun húsnæðis. Leigjandinn að kaupa hús fyrir aðra. Hann að sá í hakur óvinna síns eins og sagt í Biblíunni. Já, þetta bara nákvæmlega þannig. Ég skil Sigurður Inga bara mæta vel og þess vegna eftir hann sagði þetta þá myndi ég svona ætla að hann sýndi leigjendum samkennd. Hann sagði þetta að hækka húsaleiguverð. Já, og sýndi þeim kannski hugsanlega eitthvað miskunnsemi og samkennd. Hann nefnir húsnæðisbætur. Þannig erum við kannski komin að þriðja atriðum sem að stjórnvald halda iðulega fram þegar vera að tala um leigumarkaðinn. Nú húsnæðisbætun sem hækkum 24% í fyrra í 2 þrepum, annars vegar 10% og 13%. Nú, það var farið við það bara mjög skýrt í frétt á samstöðunni fyrir nokkur vikum, bara hvernig verðgildi húsnæðisbóta hefur þróast og það hefur bara þróast þannig að ef það litir aftur til 2017 þegar að nú húsnæðisbóta kerfi byrjaði. Það eru lægri núna held ég. Þá fær einstaklingum til dæmis fyrir árið í árið 2023, þá fær hann 350.000 lægri húsnæðisbætur að raunvirði yfir allt árið heldur en hann gerði árið 2017. 364.000 krónur sem hann fær minna og þetta eru þetta eru bara staðreyndir bara hvernig hvernig húsnæðisbótakerfið hefur verðmæti grunnbóta, þar hafa skerst þetta 2-3.000 krónur reyndar á mánuði upp í 5.000 krónur en nei, þetta svo tölur yfir allt tímabilið ná yfir allt tímabilið ef það hefur haldið verðgildi sínu frá þegar þetta var sett 2017 sem að líklega hefur verið hugmyndin að það var ekki einhvern mat hvað verið eðlilegt að greiða leigjendunum að ef það hefði tekist að viðhalda þessu á tímabilinu og Sigurður Ingi var í ríkisstjórn allan tíman að þá vantar meðal leigjendunum 360-370 skall. Já, sem sagt á þessu tímabili sem að sem sagt þetta hefur rýrnað. Já, og hækkunin á persónuafslættinum út af því að svo há verðbólga núna og þegar það var verið að ákveða þessar tölur í tengslum við fjárlög og á sama tíma var verið að gera samninga í nóvember og desember síðasta ári að þá var verið að miða við að verðbólguna þessu árið er í 5,6%. Nú eru bjartsýnustu spátnar sem segja svona 8,7%. Já. En svo er búin svo há núna undanfarið slegið upp yfir 10% að hækkunin á persónuafslættinum hún er eiginlega að fara
og húsnæðisbæturnar munu, ef það ekki farnar að þá fara þeir næsta mánuði. Þá það aftur komin í verri stöðu. Já, þegar þessi fréttir skrifu þá var náttúrulega vaxtastig ekki alveg svona hátt, en þetta segir okkur bara það að þessar aðgerðir stjórnvalda, séreignarsparnaðurinn, hlutdeildarlánin, húsnæðisbætur eru algjörlega áhrifa og gagnslaus, þannig að þessu ná ekki einu sinni að bæta upp sko tapið vegna verðbólgunar sem að flestur held ég telja vera bara sjálfsagt mál að persónuafslátturinn sé lyft upp ef það verðbólgan mikil, húsnæðisbæturnar sé lyft upp, barnabæturnar, vaxtabæturnar, en þau koma alltaf fram ráðherrarnir og tilkynna það eins og þetta sé ykkur rausna aðgerðir sem það er ekki. Það er bara alls ekki. Og það má segja með húsnæðisbæturnar, það nefndir það hækkaðu 10% og svo 13% að þær hefðu eiginlega ekki hækkað síðan 2017. Það var ekki fyrir en að sko leigjendasamtökin voru endurreist að þau fóru að hækka aftur. Já, en þetta voru sko svona þá eiginlega leiðrétting, en hún er gagnslaus. Hún bætir ekki leigjendum upp verðgildi húsnæðisbótanna sem voru í upphafi húsnæðisbótakerfisins. Þannig að þetta tal að Sigurður Ingi hafi leiðrétt rýrnandi gildi. Það var hann sem að skert þetta. Já, hann sko rýrnandi gildi húsnæðisbóta er leiðrétt í 2 áfangum á síðasta ári og aukið lítilega og það er allt horfið. Þannig að þessi aðgerð sem hann teflir hérna fram í sjónvarpinu, hún má sín einskins gagnvart leigjendum. Þannig að allt sem hann hefur sagt þarna í þættinum má síns einskins gagnvart leigjendum. Ok, ég veit ekki hvort að við sem er meira á honum eða Ragnari í næstu klippu. En með hvernig vandinn hefur verið að byggjast upp og hvernig hann hefur verið að aukast, það er átakalegt að horfa upp á barnafjölskyldur, þurfa að fara að hverfa á milli, skipta grunnskóla fyrir börnin sín. Þetta er ekki nýtt af nálinni, þetta hefur verið svona árum saman, þetta er bara eins og heilbrigðiskerfið, staðan versnar bara versnar og hún mun halda áfram að versna. Við erum bara að horfa fram á gríðarlegan lóðaskort, við höfum verið að reyna að fá lífeyrissjóðuna inn í fjárfestingu og uppbyggingu. Við erum bara að berjast við vindmyllur í þessu því miður. En það að gera nóg? Ég meina þið hefur búin að vera að reyna ýmislegt. Af hverju tekst ekki að gera meir? Eins og sé, til dæmis að við tökum kjarasamningana 2019, þar náðum við samkomulagi við stjórnvöld stórfellda uppbyggingu á húsnæðismarkaði. Við náðum samkomulagi endurskoðun húsaleigulögum. Við náðum samkomulagi aðgerðið gegn verðtryggingunni, þessum eitraða lánakóttel sem verið að reka núna sko stóran part þjóðarinnar úti og sömulegis líka fleiri aðgerðir. Já, Ragnar fór nú bara yfir það að þau fengið stjórnvöld í tengslu við lífskjarasamningana til þess að samþykkja alls konar hluti, en þau hefur bara svikið það. Já, þetta er bara, þarna er hann rauninni að draga saman þar sem að við erum að tala akkurt hérna, að stjórnvald hafa tekið þátt í þessari vinnu og dregið alls konar bæði hagsmunarsamtök og verkefælshreyfinguna á asnaeyran núna í hátt í áratug og við stöndum uppi í rauninni mikið verri stöðu núna heldur en fyrir áratug. Nú bara hefur íþengjandi húsnæðiskostnaðar aukist og húsaleigu hækka umfram allar aðrar hagstærðir, þannig að það má segja að allt sem að stjórnvöld hafa gert, það hefur komið niður á leigjendum. Það er rauninni eins og með aðgerði gagnvart fasteignamarkaðnum almennt. Þetta hefur alltaf snúist í ástandið bara versnar. Já, ástandið bara versnar. Ávöxtunum skulum við að þekkja það og svo höldum áfram að vitna í biblíuna og ef við skoðum ávöxtina þá hefur staða leigjenda bara versnað. Já, hún er að versna. Þetta orðin séu fögur. Já, og versna hratt núna, þetta er alveg algjört óframdar ástand, við erum að horfa upp á svona hálfgerð tvöfaldins áhrif bara mánuði frá mánuði í hækkun húsaleigu og neyð fólks og hvernig leigjendur upplifa stöðu sína, hversu ótrygg hún er, þá kom nú fram með mitt í mjög átakanlegt að hlusta á þetta og ég þekki þetta sjálfur nefnilega eins og kom fram í einum viðmælendunum í upphafi þáttarins sem að lýsi því hversu
hversu vond tilfinning það að búa við svona mikið óöryggi, verandi með börn á leigumarkaði sem að líða fyrir allt þetta óöryggi, verða óörygg og það verður tengslarof við samfélagið og vini og annað slíkt. Krakkarnir eru að skipta hverfi og skipta skóla Þetta bara hættulegt ástand. Þess vegna það slær það mig þetta svona fálæti og makindalegu viðbrögð ráðherrans, kannski þetta bara eitthvað svona persónugerð, en þetta slær mig og þetta truflar mig að þegar að fólk að lýsa því hvernig að búa á bjargbrún með börni sín í fanginu í óveðurs ham ár eftir ár við það að falla fram af, og þá kemur ráðherra sem að fer fyrir málaflokknum og segir já, þetta erfitt. Við höfum gert margt og við höfum gert þetta og þetta og þetta og svo höfum við gert þetta og svo höfum við hugsað að gera þetta og við höfum gert þetta. Það má eiginlega segja að svona merkilegustu aðgerðir stjórnvalda hafa þyngt klyfjarnar á leigjendum. Hefur, eins og við höfum bara farið yfir, hefur ekki þessu hjálpa leigjendum að neinu marki. Við tölum kannski 1% hlutdeildarlánum, við erum að tala að verðgildi húsnæðisbóta hefur ekki haldið sér, séreignarsparnaður sem að gagnast tekið á fólki sem að það fólk sem að kaupa fasteign hérna á Íslandi, þannig að þetta hefur snúist í andhverfi sína gagnvart leigjendum, og þetta ótrúlegt að horfa upp á þetta er eiginlega ótrúlegt, þetta er eiginlega svona óþægilegasta sjónvarpsaugnablik eða næst óþægilegasta sjónvarpsaugnablik nokkurs framsóknar formans í sögunni, held ég. Og bara vintris sem að vera. Já, ég held það, og þetta er og það gildir ekki síður heldur bankastjóran sem að sýndi svona fálæti og jafnvel glotti við. Glotti svolítið þegar Ragnar var að tala eins og Ragnar væri voða vitlaus. Já, og þú veit náttúrulega framundan gríðarlega eignaupptaka hjá þessu unga fólki sem er komið inn á fasteignamarkaðinu undanfarið 2-3 ár, og það er svona rinse and repeat ástand í gangi, eins og var bara í hrununni þar sem að þúsundur fjölskylda mistu heimili sín, þetta enda í bönkunum sem seldu þetta og svo í kippum út til fasteignafélagana og braskarana. Þetta er bara ástand sem að þau eru að horfa fram á, búandi við hennar gríðarlega hagnað ár eftir ár, og núna að geta auki arðsemin sína ennþá meira með að hirða eignir af fólki. Þannig því að Ragnar var að tala að stjórnvöld lofuðu þessu og lofuðu þessu og lofuðu þessu tengslu við lífskjarasamningana, stoppa verðtrygginguna, við setja ný leigjendalög, þeir fengu loforð leigubremsu til dæmis sem var nú ekki minnst á í þettinum, þeir fengu ýmiss konar loforð, en síðan er ekkert að þessu efnt, og það sem ég er að velta fyrir mér er eitthvað að samfélaginu, þannig ef að ráðherrar miða því að fá kannski þig sem formann leigjendasamtakana til þess að vera okkur mynda sem er skrifa undir eitthvað og svo heilsast allir og kemur frétt kvöldið og viðtal við ráðherrana það sem að segja þurfa að leysa allt vandamálið og svo bara líður tíminn og ekkert gert, það þarf ekki að gera neitt, því hann er búin að fá blaðamannafundin sinn, hann er búin að fá kynninguna, kastljósviðtalið, og það er kannski einstaka sinnum eins og í þessu kastljósi þar sem að menn eru rukkaður ömdir, en samt verður hann ekkert sérstaklega hart á hann að gengið í þessum þætti. Ég er bara veltað fyrir mér, er kannski bara eitthvað að hjá okkur að við leifum ráðurunum að komast upp með þetta aftur og aftur og aftur. Það var nú, maður ekki eftir með George Bush sagði ef þú blekkir með einu sinni þá er þú segur, en ef þú blekkir með tvisar þá er það mér að kenna, sko. Þannig að íslenska þjóðin er svolítið að láta blekkja sig aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Já, sko, ég er alveg hjartalega samanlegaður, en mér fannst það er allt og lítið að því að stjórnmálamenn séu spurðir svona framhaldsspurninga. Það sé ekki nóg bara fyrir þá að loka einhverjum einhverjum spurningum með svörum sem að við bara
örlitlega yfirferð halda engu vatni og þarna þurfa fjölmiðla menn að leita sér hugsanlega úr svona ráðgjafa og vera undirbúnir til þetta og þekkja þetta vegna þess að það hefði náttúrulega verið mjög auðvelt fyrir spyrilinn sem að stóð sig gríðarlega vel vegna þess að ég vona að þetta módel verði meira notað þar sem að reynda ganga aðeins að stjórnmálamönnum svona í beinni útsendingu en þetta var náttúrulega alls ekki nógu mikið gert en ég verð hins vegar hrósa Sigríði Dögg fyrir þetta, hún stendur sér vel í þessu en ég var eiginlega að spyrja þetta hvernig þið standa á því að ráðarinn alltaf að lofa ykkur þú veist, það lítur að vera að þeir upplifa þannig að þið þurfi ekki að standa við þetta aðalatri á þeim bara að fá myndina með verkefnisreifingunni og svo viðtaliðin og hvernig leggjast aðgerð ríkisstjórnar í þig já, ASÍ eru bara mjög ánað með þetta það eru margt af því sem við viljum kom fram en svo líður tíminn og þá bara var ekkert að þessu gert Já, þetta endar fenn áuruglega eftir hverjum er lofað. Ég varst hann kemist upp með það að lofa samtökum atvinnulífsins eða viðskiptaráði eða samtökum fyrirtæki sjávarútvegi eitthvað og standa svo ekki við það. Þannig að þannig hópur sem á sér fáa og veika málsvara stendur veikt í samfélaginu og þarna svona bara segna þeim bæðin skeitingaleysu og ákveðna grimmd með því að þykjast ætla að gera eitthvað fyrir þau en ætla sér svo alls ekkert að gera það og gera sjálfsögðu svo ekki. Ég held að sé út á því en ég verð hins vegar af nefni þessu samhengi að þarna eiga þessir hópar náttúrulega málsvara í verkalýðshreyfingunni. Við erum með gríðarlega sterkar stofnanir sem aldagamlar sem eru málsvara þessa fólks. Við erum að tala eins og Alþýðusambandið og stór verkalýðshreyfing. Maður myndi ætla fyrir tæpa ári síðan að þá var skýrsla á vegu forsætisráðuneytisins og það sem er þáttöku Alþýðusambandsins og fleiri leigumarkaðinn. Og þar það var bara skauta framjá og það var bara leigubremsa var horfin og það var meira sér að tala einhvern veginn í þá að hugsanlega þyrfti ekki á hann að halda því að leiguverð hefði lækkað. Ég man ekki eftir því að BSB eða Alþýðusambandið hefði eitthvað andmælt þessu. Nei, þau bara kvittuðu upp á þetta. Já, þau kvittuðu bara upp á þetta og þetta það sem er líka vonbrigði að þegar að leigjendur sem eru þessari veikustöðu eru að reyna að sækja rétt sín og reyna að benda á þetta hryllilega ástand sem við búa við vitandi af þessum samherjum sínum svona út á kantinu sem við vita að geta veitum ákveðu skjól og kannski ákveður svona íttundur orðaræðu þeirra en það hefur eins og sýnt sig og kannski undantekningarna eru klárlega Ragnar Þór Ingólfsson og Sólveig Anna Jónsdóttir sem hafa talað og við leigjendur og talað og reynda svona skýru stöðu þeirra en ekki með meðvirkning eitthvað stjórnvöldum. Nei, en ég verð að segja að þetta eru ákveðin vonbrigði þessar stóru stofnanir, þessar stóru hreyfingar launafólks skuli ekki hafa þrýst á stjórnvöldum efndir til dæmis og lífskjarasamningu 2019 það stóð alveg hellingur eftir og allt sem að snýra leigjendum sem að var lofa þá stendur eftir og maður myndi ætla að verkalýðsforkólfar með bein í nefinu stæðu bara hásir og torgum og öskrandi á efndu vegna þess að þetta veikastu hópurinn sem að voru að kalla eftir aðgjöfum fyrir en því er bara ekki að dreifa og það er svolítið sorglegt og ég bara vona að þeir finni til sín og ég veit að það er að gerast ég finn það bara á tilsvörum fleiri verkalýðsforkólfa að þeir eru farin að veita þessu athygli veita þessu ástandi athygli en hins vegar ég veit ekki hvort það er svona búið hagfræðinga væða mikið finnst mér svona þessar stofnanir og hagfræðingar hafa svona tendens til þess að trúa svolítið á svona bábiljur markars og einkaframtaksins og mér finnst stundum svona einmitt, ekkert ósöpuð með eins og með viðbröð Sigur Inga, svona makindaleg svona viðbröð við þessum hugmyndum að setja leigubremsu eða leiguþak eða gera eitthvað raunhæft fyrir leigjendur. Það koma svolítið makindaleg og svona fálætis viðbröð innan og oft úr þessum stofnunum og þetta er náttúrulega bara ekki í lagi vegna þess að leigjendur þurfa á því að halda að verkalýðshreyfingin og hreyfingar launafólk standi með þeim í þessu baráttu og sýni það í bæði ræðu og riti.
Það gengur ekki öðruvísi vegna þess að leigjendur ná þessum breytingum allar fram sjálfur þegar maður fara í bara einhverja aðgerðir og hérna og ég var nú bara að segja það að sko leigjendur eru bara orðnir mjög reiðir það er bara og hérna það er mikið bara persónu. Það er orðið reiðir á því að horfa á þáttinn í kjær? Já, ég af ummælunum að dæma og þeim samskiptum sem ég átti í dag þá eru leigjendur bara fjúkandi reiðir yfir þessu. Ég er ekkit viss að þeir hafa allir verið í einhverjum fundið til einhverja sérstaklega vonbrigða með Sigurður Inga vegna sem ég held að svona væntingarnar til Sigurður Inga og núverandi stjórnvalda séu ekkit miklar þannig að það var ekki það heldur bara þetta ótrúlega svona miskunnarleysi og fálæti gagnvart þessari neyð þeirra sem búa á leigumarkaði og það má eiginlega segja að með aðgerðin sínum sem að hljóta að vera meðvitar og hljóta að vera stefna að einhverju markmiði að þá hafa stjórnvöld í rauninni sko rekið leigjendur inn í rétt þaðan sem að þeir eiga ekki afturkvæmt. Þeir hafa með sko það sem að okrarnir eru að rýja söguna. Já, svo hafa þeir bara með sko gjörðum sínum rauninni bara afhent sko eða veitt ákveði veiðileyfi á leigjendur þarna inn í réttinni og sko jafnvel sko með því að bregðast ekki við réttastöðu leigjenda, mjög slakir réttastöðu leigjenda, má svona í þessu myndmáli segja að stjórnvöld hafi afhent þessu sömu leigusölum skotfærin og með ummælum sínum undanfarið þar sem þeir segja ítrekað að það sé tilefni til þess að hækka leigu enn frekar umfram allar þessar ótrúlega grimmilegu hækkan undanfarin ár að það hafa þar með í rauninni sko nánast hlaðið skotvopnið fyrir leigusalana sem að ríkja þarna yfir leigjendunum föstum í réttinni og svo kemur hann þarna fram í sjónvarpinu í gær og lýsir því yfir að hann myndi alls ekki vilja vera þarna sjálfur telur til aðgerða sem að hafa ekki nýst leigjendum á nokkuð hátt nema í kannski einstaka tilfellum og allar enn einu sinni að blása til stórkatalegs húsbyggingar átaks sem á að bjarga leigjendur fyrir horn. Ég er bara enga trú á þessu, ekki nokkra. Guðmundur Hrafn, takk fyrir að taka þátt í Kastljós gagnrýni. Við tökum eitthvað annað fyrir seinna en við höldum áfram með þáttinn, við höldum að tala gervigreind. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Já, gervigreindin er að koma. Komið fréttir af því að fínasta gervigreindin í Bandaríkjunum er að læra íslensku. Það var líka í fréttum bara í dag og í gær að Elon Musk sá mikli framtíðar sinni óttaðist að það væri farið of hratt, að gervigreindin færi of víða og við pössum okkur ekki á henni. Við ætlum aðeins að tala við gervigreind og við fengið hingað Gauta Kristmansson, prófessor í þýðingafræðum. Velkomin. Takk. Hérna, þú kannast ára við umræðina sem við kannski verið á Íslandi svona síðustu 2 vikur þegar tíðindin komu að stóri landvinningar íslenskunnar í Vesturheimi sem voru merkilega fréttir. Já, ég sammála því. Já, stór merkilega fréttir. Og þá kemur náttúrulega rót á hugan hvað er gervigreindin? Hvað mun hún taka yfir? Mun hún leysa flest okkar vandamál? Mun hún gera þig úreltan sem þýðanda?
Já, mér hefur nú verið sagt þetta reyndar í áratugi sko að þú úreltur, það verða úreltur. Já, bara svona 3 ára frest alltaf sko, kom einhver og sagði mér það í óspurðum fréttum en tungumálið nú sko, ég segi stundum þegar það hefur verið að tala þetta, tungumálið eins og sápustykki sko í sturtunni. Þú finnur alveg fyrir því þegar það áþreifanlegt en svo bara ferða út úr höndunum á þig sko. Þegar þú heldur og getur handsama það. Já, og svo þetta líka meðskilningur frumleika sko, að menn halda að þarna það sé ekki tilneitt frumleiki þýðingum að þetta sé einhver annar texta undan en ég meina við getum bara tekið orðin svo sjónvarp eða tölva og segja hvaðan hefði slík þýðing komið úr tölvu, aldrei af því að það var einhver sem hugsaði það frá mörgum hliðum tölva og svo vísa í völvu og svo framvegis eða sjónvarp samber útvarp og svo framvegis þetta bara þessi litlu dæmi sína og svo náttúrulega þegar þú komin í flóknari texta þá ekki nóg að hafa bara einhver gögn sem áður voru til sko. Það þarf einhverja mannlega greind til þess að sjá munin hvað passar og hvað passar ekki og sko gervigreindin og eins og til dæmis þessi stóru vélþýðingakerfi þau byggja á því að það sé mikið af gögnum fyrirliggjandi gögnum og þau safna og grafa núna á netinu þau grafa líka upp allan skítin á netinu allt sem sagt hefur verið já og þannig að á endanum og hver á þá að skera úr hvað rétt og hvað rangt og ef hún hefur ekki þessa mannlegu innsýn til að sjá að þetta passar ekki hér og svo framvegis ég menna við höfum heyrt svona grínsögu núna síðustu 2 vikur af fólki sem að setja nafni sitt inn og þarna og fær út sko ég prófaði þetta sjálfur líka og hún þekkti mig nú ekki þó að ég sé áreiðanlega enga nafna í heiminum og þarna og svo setti ég starfsheitið og þarna og starfsgreinina og þá loksins kom eitthvað og þá byrjaði hún svona nokkuð eins og hún hefði kíkt á einhverja ferilskrá sem á sveimi en svo kom allt í hennu sko hann bara alveg óbáðslega frægur og bara þú veist og svo endaði bara ég fekk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs og ég var náttúrulega já ég var bara alltaf ánægð með þetta sko já þetta eins og hún vildi já eins og forritið áttaði sig á því að það veri verið að leita eftir einhverju svona gerir ráð fyrir en þetta eins og gervigreindin sé óþægilega mannleg hún bæði vill hafa rétt fyrir sér og svo vill hún líka þóknast viðmælanda sínum já en sko þeir segja allir sem segja þetta að hún leiti bara því sem líklegast sko þannig að ég býst þá við að fá verðlaunin mjög fljótlega sko. En í alvöru tala þá þetta sko þetta byggir alltaf fyrirliggjandi gögnum og þarna og það þarf náttúrulega sko það ýmislegt sem getur gerst sko ég bendi á það í greininu sem ég byrti í Vísi í gær að ég meina það lítið þá að vera auðveld fyrstu störfin sem fara eru svona störf þar sem mikið reiknað og svona raunvísindaleg störf sem sé svo verkfræði burðarþol bygginga eða það þess að hægt að teikna hús það ekki gott ef að hún gerir það bara meðaltali þess sem hún finnur þá finnur hún náttúrulega gamlar kenningar og hún geti flaggað upp með úrelta kenningu af því að hún bara oftar nefnd í hugnum sem hún að vinna úr þetta hættan og gerist náttúrulega líka þegar fólk allar að láta þetta skrifa fyrir sér ritgerðir eitthvað þá getur hún komið upp með eitthvað bull sko sem samt mjög líklegt af því það byggir á einhverjum kenningum það oft sagt líka þessar vélþýðingar sko að eftir sem verða betri og betri því hættulegri verða vegna þess að það hefur verið að sjá villunar þú sérð ekki, þetta ekki lengur eins og gömlu Nígeríubréfin í póstinu sko þar sem þú hlósti máttlausan yfir vélþýðinguna á textanum en þetta getur alltaf haft eitthvað við för með sig að við fara að nota þetta til þess að flýta fyrir verkum setjum sér svo í byggingum hver ber ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir hvernig á að lögsækja eða ef hún kemur einhver í heiminn sem hefur einhver afleiðingar og þarna og enginn vill bera ábyrgð á því en ef hún verður sett notið í heilbrigðiskerfinu ég meina það er alveg hægt að sjá fyrir sér að gervigreind geti skannað blóðprufur og benda á mögulega hluti sko
En þýðingamaskinur sem ég veit ekki hvort að það ekki alveg sami hluturinn, það svona sérhæfð tól. Þau náttúrulega hjálpa svona hinnum venjulega manni, það alveg stórkostlegt að geta tekið bara söðu kóreast blað í morgun og lesið það, maður veit fyrirfram sko að maður skilur það ekki eins og maður sé kóreubúi, en maður svona veit sirka hverjir atburðinir eru. Það eru áratugir sem þetta sko, þetta talaði svona upptöku og dreifingu, það að segja assimilation á ensku, upptaka og svo dissemination, dreifing sko. Það náttúrulega mjög gott sko að geta, ef maður hefur áhuga einhverju í rússnesku og vill bara vita svona nokkurn veginn hvernig greinin lítur út sko og svo framvegis, en þú getur ekki farið að prenta það. Nei, maður veit takmarkanina sko. Þetta stendur svo betur að gammalt brandari sem út í Allen sagði, ég fór á hraðlesta námskeið og þau lág svo Stríð og frið, hún Rússland því hann las svo hratt, hann náði bara því en hann betur en því sko. En sko málið það, og það hefur sýnt sér á þessu markaði í þýðingum, að það oft sko einhver les þessa hráþýðingu, já, heyrðu, ég þarf að fá þetta almennilega, ég ætla að setja þetta í tímaritið eða eitthvað. Þá þarf að hringja í þá þarf að fá þýðanda, sko, atvinnumann. Og meiri segja, sko, ég var í Evrópuverkefni þar sem vorum að búa til, sko, sérstakar þýðingavélar fyrir utanríkisráðuneytið og aðra aðila sem, sko, með því að nota bara þeirra texta, sko, það sem mikið endurtekningar, ég meina, og tölvu minnið að fer létt með það auðvitað það sem ráðherra sagði, ég meina, og það oft betra samrætt. Stofnanamáli sko sem oft eru sko sömu frasarnir í sömu röð. En það samt sko, ég meina meiri sér gerðir Evrópusambandsins fjalla ýmsa hluti og það oft verið að búa til ný hugtök og þar vantar manneskjuna sko, en þetta eykur náttúrulega afköstin gífurlega. En það hefur held ég aldrei verið þýtt jafn mikið í heiminum eins og í dag sko, ég meina það var ég sá einhverstað tölu sko, 90% af öllum starfandi vísindamönnum í veröldinni eru starfandi núna. Þú veist, það svolítið, maður átt að segja á því þekkingamagninum sem í gangi og fer þá ímyndið sér hverju gervigreindin að moka sko, eða þessi stóru gagnagrunnar sko, hún leitar og svo sér maður þessa niðurstöðu núna og þessi undirskriftalisti sem Elon Musk og Steve Wozniak og Noel Harari skrifuðu undir. Stórhættulega menn. Já, þetta svona Þetta ekki kannski menninni sem við myndum fyrst af öllu elda í einhverju kampæni. Já, nei. Já, þeir eru svona stuntmenn allir. Og þarna en samt sko velti maður fyrir sér ef þeir eru hræddir við gervigreindina, hver ætti þá ekki að vera það? En ég sé ekki alveg ástæðu til þess að óttast þetta, en þetta sýnir bara að menn vita ekkert hvað hann gerir. Þetta svartur kassi og þarna auðvitað getur verið sko, en það getur vel verið að ég held að það hafi verið sagt í þessari yfirlýsingu frá þeim sko, það eru einhver 1200 manns búið að skrifa undir þetta í gær að þarna sko ef þeir gerir þetta ekki sjálf þá er ríkin að fara að regulera og þá þetta komið spurningum skaðabætur, ég með það bara lögfræðingar geta rætt að fara að pæla í því sko, hver ber ábyrgð á því sem kemur úr þessu og hefur afleiðingar í veruleikanum og þarna og hvar á að nota þetta og ég meina við hvernig á að fara í meiðirðamál ef þetta birtir einhvern óhróðum einhverju mannesku ekki OpenAI, þeir segja bara þetta kom bara netinu, við getum geta þessu gert þessi hattusorðað kemur einhver starf annar stað frá og það ábyggilega eitt af því fyrsta sem þetta verður notað í að búa til fjölda spjallmenna og fóðra þá með einhverjum tilteknum hugmyndum og sleppa lausum á samfélagsmiðla. Já, tölvuþrjóðnir hljóta að sjá sér leik á borði að fóðra þetta með allskyns falsfréttum og óhróðri. Ég meina þetta alveg ídeal áráðusmaskin eða þetta bara leik og svona lausum hala sko. Sko,
það eins og í mörgu að þá erum við hérna kannski fljótust að ná árangri upp í svona 80% og svo verður alltaf erfur að klára það og sömuleitt þetta lýsa því að svona þýðingatólið að þó það hérna geti kannski náð 80% rétt að þá getur vel verið að það sé sko miklu lengri leið, 1000-fall lengri leið að komast upp í 100 og kannski bara við erum, eiginlega getum við ekki hugsa til þess að það sé mögulegt. Það er eitt sem að kannski verðt að hafa í huga þegar maður velta þessu fyrir sér. Það gæti verið. Annað er það að ef þessu sleppt lausu að þá náttúrulega verður gervigrindin kringum okkur út allt og við byrjuð að móta menningu okkar með því að sækja alltaf kasti í okkur sko gömlum hugmyndum aftur og aftur. Og þá er náttúrulega hættan að svo af því að maðurinn hefur náttúrulega óendanlega aðlögunarhæfni að við aðlögum okkur að gervigrindinni og okkar greind hrörni. Já, hefur þetta ekki bara gerst líka bara nú þegar með samfélagsmiðlunum? Það sem er leiti, sko. Já, við séum að vera heimskari. Já, ég meina, ég ætla ekki að fara að segja það, sko. Það er hroki og ég heiti á hverjum degi í háskólanum leiftrandi gáðu ungmenni. Ok, þá skulum við pröfa annað að það sem er á millum okkar er menningin okkar og samfélag okkar. Við gætum velti fyrir okkur hvort að menningin okkar væri styrkari. Við sjáum merki þessum að fólki líður verð, börnunum okkar líður verð, fólk er meira einmanna, fólk er kvíðnara, fólk upplifir sér síður sem hluta af einhverju félagsneti, hópdýrin sem við erum. Þannig að mörguleiti gætum við alveg opna umræðum þetta og segja kannski er menningin okkar eða það sem er hugsunum okkar á millum okkar ekki eins sterk og hún ætti að vera eða var áður. Já, ég heyrði mjög áhugaverðan pistil á Rás 1 í gær, Haukur Már Helgason rithöfundur, hann var að skoða svona gamlar pælingar gervigreindina, þetta er eftir til 7. áratugarins sko. Það sem að sko þessir gúrúar og til dæmis eitt var ráðgjafi hjá myndinni frægu þarna 2001 Space Odyssey, tölvan tekur yfir og fyrir 50 árum en sko menn og síðar, þeir eru búin að spá því að mannöld ljúki bara sko og þarna við taki bara öld gervigreindar og ég veit ekki hvað, kannski myndum bara klára okkur eða eitthvað. Það er eiginlega allar framtíðar myndir þetta. Hvort sem það er Terminator eða Matrix eða þetta er allar þessar sögur sem hafa alveg fallið inn í sko vitund hópsins þetta sko. Og er ekki sagt að það verður, það rætist alltaf fantasían á endanum. Því miður. En er þetta eitthvað sem við ættum að vera að hugsa fyrirferð gervigrindarinnar? Já, ég held að það sé sko, ég held að við getum ekki stjórna því þetta mun koma sko og þarna og það er náttúrulega spurning sko hvar kapitalismin fer að sjá hvernig hann getur grætt á þessu og hvar áróðusmeistarar í einræðisríkjum fer að sjá hvernig þið geta grætt á þessu. Ég meina það er held ég svona 2 greinar að sama meði að sumu leyti en sko á meðan mögum við ekki gleyma að sko við getum hugsa og getum alveg þú veist deilt á þetta og svo framvegis en við verðum að hafa vettvang til þess að koma því á framfæri náttúrulega. Já, þú ert líka bara ein rödd en gervigrindin getur margfaldað sig sko. Já, hún getur haft sko 1000-faldar rödd á við þig. Já, vissulega og þar kemur kannski einhvers konar reglu vinna frá að hálfu ríkja ef þau vilja vera fullvalda ríki og svo framvegis og ég hugsa að sko að þegar stjórnmálamennir átta sig á hvar hagsmunirnir liggja þá ættu þeir að fara að hugsa þetta hvar í flokki sem þeir stæðu sko að það þarf að venda þegnana frá þessu ef það er stefnir í einhverja hættu en þetta getur líka bara orðið alveg frábærlega góður jálkur sem dregur hluti upp áfram og gerir einfaldar hluti og með heimsbyggð sem er að eldast sko, þá getur vel verið að þetta getur tekið að sér fullt af svona mínjál störfum en það er náttúrulega ennþá að skúra það er kannski koma róbótar sem gera það en sem sé það komið ríksuróbótar sem eru við til það er nú þegar til sem virkar nú kannski ekki sérstaklega nei, mér finnst það nú meira dreifaríki
Þetta falleg hugsun en virkar ekki þessu Já, það kannski svolítið þannig með gerfugrindina og þessi háaði eða hæp eins og það kalla sko þú veist, hann byggist annarkvort á alveg bara þetta eftir að taka okkur öll yfir og bara við erum búin eða þú veist, þetta verður bara 7. himinn sko þú veist, akkur ekki setja þetta í tengsl veruleikann, ég meina tölvur til þess að hægt að taka úr sambandi, það gerði hann í 2001, hann bara tók tölvur, hal úr sambandi sko en og svona, það var eitthvað bara átt að í Matrix við það en sko Matrix kannski ágætist dæmi því að þú veist ég á erfitt með að sjá hvernig væri hægt að ná því stíð að tölvan færi inn í höfuðið á okkur sko og bara byggja til ímyndanir fyrir okkur við þurfum að gera það sjálf enn sem hún og gervigreind ennþá ekki mjög greind með því að segja sko En það talar svolítið þýðingar af því að hún að læra íslensku og þegar fólk að þýða þá það náttúrulega að þýða hugsanir úr einu menningarheimi yfir í annan og líklega þá það þannig að hver menningarheimur eiginlega sjálfstæður bara Já og nei sko ég meina það margt sem sameiginlegt ég meina Vesturlund við eigum náttúrulega grunnþýðingu sem Biblían sem náttúrulega þýdd og þú veist, enginn les á frummálun nema örfáir fræðimenn teljandi á fingrum annar handar sko. Ég segi það ekki, en svona, ég meina það ekki margir sem kunna hebresku eða grísku frá fyrir öldum og það allt þýðing og það fullt af því sem í sameiginlegum jarðvegi á mismunandi tungumálum og þú veist ok, það getur farið stundum dálítið illa í sömu að þú veist eins og íslensku eplið ekki fallið langt frá eiginni en það engin eig nokkuð tíma borin eitt epli en þetta náttúrulega bara því að íslensk menning segir að það verður að vera stuðlun í orðatiltæki það sem eig og epli en það óhugsandi að gervigreindin eins og hún í dag og reiknaði með hún verði á næstu árum ráði við svona fyrirbrigði Ég veit það ekki. Hún gæti náttúrulega sko, ég sé ekki hvernig hún ætti að sko draga ályktanir, þú veist, setjum sér svo að einhver skrifaði fína ritgerð þennan mismun í menningarheimum sko. Gæti hún tekið það upp og beitt því sem sé greindarlega þegar hún væri kannski að aðstofa við að þýða eitthvað annað. Nú ég að viðurkenna það sko, að ég get ekki svarað kannski þetta komið svo langt sko að hún getur dregið ályktanir af einu vegna annars og það sé vitræn og rétt ályktun meina, þegar hún getur dregið ályktun það ekki víst að hún dragi sko alltaf rétt ályktun Nei, ég held nefnilega að gagnamagnir muni einmitt standa dálítið í vegi fyrir það hún hefur svo marga möguleika og hún þarf að draga eina ályktun kannski af einhverju og þá getur vandamáli komið sko þessu lýstir endar hann var ekki prófessor hann var sem sé sérfræðingur frá Xerox Park sem hafði unnið sko ég heyrði hann að fyrirlistu fyrir 25 árum sko og hann var að tala vélþýðingar og hann sagði sko í byrjun og tölvur voru eiginlega búna til þess að þýða sko það voru búna til þess að leysa upp kóða í stríði sko. Þannig að þýðingar hafa alltaf verið hluti af hugmyndin tölvur sko. Og svo var sett mikill peningur í þetta alveg fram undir 67 eitthvað og þá gáðust menn upp þetta gekk ekki og þá var reiknigetan svo lítil sko. Svo margfaldast reiknigetan og þá byrjaði menn aftur á þessu en þá kemur í ljós sko að þú veist ein 5 orða setning það voru 50 möguleikar á þýðinni sko og tölvan hafði ekki vit til þess að greina á milli ekki dómgrind til þess og þá var það svona hvernig þeir voru að reyna að vinna þetta í gegnum sko Chomsky og þú veist nafnliði og allt þetta fara í undirmálið en það gekk ekki sagði hann sko og þetta var náttúrulega fyrir 25 árum síðan hefur mikið breyst og þessi tauganett hafa komið og svo framvegis sem mér sýnist að meiri sé að þessir Wozniak og Musk ekki vissum hvernig virka og ég hef oft heyrt menn segja það við vitum ekki hvernig tauganettin virka
þau bara gera eitthvað en þarna mér finnst það En í grunninn hugsar gervigreindin öðruvísi heldur en maðurinn gervigreindin mýlur miklu meiri upplýsingar og vinnur út úr því með einhverju reikningsgetu og meðan við höfum einhverju hæfileika til þess að draga ályktanir af til þess að takmörkum upplýsingum Já, og svo náttúrulega sem ég benda þess að grein í vísi sko, það er tilfinningarnar það er fyrstulega þessi dómgreind og þessi sko skynjun á samhengi og annað sem er ómeðvituð en við vitum strax sko hvernig en svo er það líka tilfinningarnar sko að þú veist, og frumleikin ég meina þegar fólk er búið að vera að vinna í einhverju, sama hvort það er blaðamennska verkfræði eitthvað, þegar það sér eitthvað sem það, þegar það er með góða þekkingu þá sér það þegar eitthvað nýtt eða athyglisvert kemur bara instantly og hún getur ekki metið þetta held ég og þarna hún getur heldur ekki búið það til þetta nýtt og athyglisvert vegna þess að það er í raun og vera að hugsa út fyrir kassan eins og sagt þá og það hefur alltaf verið ég meina það bara þegar Galileo segir hún snýst sko fyrirliggjandi upplýsingarsögðu hún snýst ekki og hún hafa sagt að viðurkenna hún snýrist ekki og sagði hún snýst nú samt og svo framvegis Hún hefði staðið þarna á þeim tíma þá hefði gervigreindin alltaf sagt hún snýst ekki hún snýst ekki Hún snýst ekki og uppgötun penicillins ég meina bara slís en það var einhver manneskja sem áttaði sig á að þarna var eitthvað áhugavert sko og hélt svo áfram með það ég meina þetta er bara svona lítil einföld dæmi en þetta sýnir mannlegt innsæi hefur aðra víddir en þarna einhvers konar úrvinnsla upplýsinga fyrirliggjandi upplýsinga Þegar við erum á svona tímamótum og þá má maður eiginlega spyrja velta alls konar hlutu fyrir sér og ég held að því til þess og kannski kunni svarið því Eitt sem talað að gervigreindin muni eyða störfum til dæmis að tala lögfræðingar og þá verið að tala svona yngri lögfræðingar sem að vinna á stórum stofum sem að þurfa að lesa sig í gegnum að leita dómafordæmum og að hakka onni í sig lagasöfn og dóma linnulaust. Þetta er svona ekta verkefni sem að gervigreindin á að geta ráði við og komi með svona einhverja grófa mynd fyrir senior lögfræðingarna sem að móta stefnuna. En senior lögfræðingarnir þegar þeir fá þetta þá hafa þeir dómgreind og svona sín sem að byggði á því að einu sem voru þeir junior lögfræðingar og voru þarna í lagasafninu í 15 ár og lásu og eru búin að byggja þið þekkið að eldri prófessorar í háskólanum að endanum að þá fá menn svona góða yfirsýn vegna þess að menn eru búin að vera þjösnast alla starfsæfina og það eru eldri prófessorar sem að geta skrifað yfirlitsrit sem að yngri menninni ráð ekki við vegna þess að ekki konum með þetta. Ef við erum komin með þessa maskinur í þessa þjónustu þá fáum við náttúrulega ekki þessa Nei, það sé alveg rétt álíkt að hjá þér og sko, þetta er nú svolítið líkt þýðingunum sko, ég meina það er bara verið að taka upplýsingar þú veist og reyna að koma þeim hráum áfram þetta er hálfgerð, en af því það eru manneskjur og náttúrulega efnilegu lögfræðingarnir, þó þeir séu að vinna hann á gólfinu, þeir sjá eitthvað sko og benda senior lögfræðingarnum á það og hann gerir það svo að sínu náttúrulega og nýtur alls skoða heiðurinn og allt saman en ég þekki þetta líka bara úr fræðunum þegar maður er mörg ári í einhverjum fræðum og les og alltaf að finna eitthvað nýtt og svona, en svo kemur alltaf einn dagur að maður kemur ný tímaritsgrein og maður flettir inn og maður sér það er ekkert nýtt í þessu, ekkert og þá er maður alltaf komin að alltaf örgan stað en þá leið og eitthvað raunverulega nýtt kemur, þá sér maður það en það þarf að fara í gegnum ferlið fyrst sko, eins og þessir junior lögfræðingar til þess að verða senior, þá þurfa þær að fara í gegnum ferlið fyrst, þannig að sparnaðurinn á vinnunni og þar að þau ekki gæti til að gervigreindin stýrt senior lögfræðingunum í einhver átt sko, ef henni finnst það eitthvað, þú veist Öruglega sko, það getur öruglega hægt að gott að fá sko bara öll möguleg dómafordæmi þú veist og flokku niður eftir skildleika hún á að ráða við það hún ætti að gera það og þannig að það er margt í þessu margir möguleikar ábyggilega sko
Kannski þetta, þegar vasarreiknivélin kom, þá er örugglega eitthvað sagt að við myndum tapa reikningsgetunni að því við verum hægt að geta reiknað í huganum og ef þú getur ekki reiknað í huganum að þá verður aldrei góður í að skynja stærðir og tölur en ég veit ekki hvort að nokkur haldi því fram í dag. Nei, ég held ekki. Ég held að reiknistokkurinn hafi verið ágætt að vera að losna við hann sko, fyrir þá sem voru í þessum greinum. Þetta flýti bara fyrir og þarna, þú veist, fólk notar hugan áfram og þó þess ekki að reikna 478 sinum 565 sko og kom með svari svona þá þarna getur það alveg orðið miklu starffræðingar og það stundum, ég hef stundum sagt sko að starffræði ætti að teljast til hugvísindana því að þegar hún komin á æðri stig þá hún sko mikið abstraktsjónir og það ekkert svona, þú veist, þú sérða ekkert bara þetta á að vera svona sko svona abstrakt hugsun sko eða óhlutbundin hugsun sem í henni segja mér starffræðingar. Ert þú búin að skrifa undir hjá Elon Musk og félögum? Nei, ég veit ekki hvort, þetta ekki bara fyrir fínu fólki eða? Nei, ég veit ekki. Ég ekki vissum að ég vilji vera á sama list og Elon Musk. Það nú líka. Nei, en þú deilir með honum svona ákveðnum kannski ekki en við ættum að íhuga þetta alvarlega. Já, ég sammála því. Hver að koma til kvöldverðar með okkur? Já, ég sammála því, en ég svona minna hræddur held ég, sko, þetta eru vélar og þetta þó að reiknimagnið sé gífurlegt, þá vitum við hvað vélarnar gera. Í raun og veru þó að menn segi núna þeir viti ekki hvað tauganettin sé að gera. Ég finnst það svolítið orðum ekki, þannig að ég allavega hef ekki miklar áhyggjur að þessu og þarna ég náttúrulega búin að heyra það svo lengi að þessi vélarnar sé að fara að taka við að mér sko, að þarna ég orðin dálítið vanur þessu. Þú lærði náttúrulega eitt triks í bíó fyrir 50 árum, það má alltaf bara taka á sambandi. Já, einmitt. Gauti, takk fyrir að koma hingað og tala gervigreind. Ekki taka. Og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Já, nú ætlum við að tala Úkrænustríðið sem hefur nú mikið verið fjallað í langa tíð og oft fjallað það sem frelsisstríð og það meiri segja að kemur stundum í umræðina að það hafi aukið hagnað Landsvirkjunar og fjallað það margan mismunandi máta. En Jón Karl Stefánsson alþýðufylkingarmaður og skrifar í Neistar sem einu sinni var málgagn alþýðufylkingarinnar en kannski ótengt alþýðufylkingunni í dag eða eitthvað? Já. Þú skrifaði grein daginn Úkrænustríði sem ógeð stríðsins. Já, svona raunveruleika stríðsins og hvernig svona við utanaðkomandi ættu kannski að horfa á þetta stríð og þá erfitt að komast að sannleikanum vegna þess að það mikill áróður á báða bóga og alla bóga og það sem verður mest ábyrjandi hér þetta allt tala glæstan sigur úkraínska þjóðernissinna fyrir yfirgangi Rússa og yfirvofandi hrun rússneska hersins og eina leiðin til þess að fá frið það að styðja Úkraínu til sigurs og það fullnaða sigur, það eina leiðin til friðar leiðin, sko. Og þetta hefur verið svona síendurtekið frá því mars í fyrra og nú nú rússneski herinn komin í kjötkornina og þarna sýndu hvað þeir voru vanmáttugir og svo framvegis og þetta tal náttúrulega hefur þau auka áhrif að friðarumleitanir þær verða hunsaðar eða gert lítið úr þeim og friðarsamkomulag það talað það sem friðkaup og á móti þessum nýja Hitler sem komin en einu Hitler lærdómur sem við eigum að hafa frá München og það sko ekki semja við svona fauta og allt þetta tala og nú erum við rúmu ári síðar og búin að vera taka undir þessa stefnu og raunveruleikin í Úkraínu náttúrulega svakalegur gríðarlega mannfórnir og
Úkraína í vondum málum. Það er verið að tala í janúar var verið að tala 200 milljarðar bandaríkjadala eyðileggingu á infrastruktúr. Það voru komin 8,1 milljón flóttamenn úr Úkraínu sem að nálgast fjórðung þjóðarinnar, og svo það mannfallið, og þar náttúrulega reyna menn að svona gera lítið úr mannfallið úr eigin röðum í hernaðar áróðri og eins og í öllum stríðum eins og við talaðum sem elsta áróðsbragð sem við vitað Já, og allir vita það að fyrsta fórnarlöp í stríði sannleikurinn. Já, svo íslenski fjölmiðlar hafa, og eins og vestrænir fjölmiðlar hafa almennt tekið það ákvörðun að taka bara annan áróðurinn alveg trúanlegan og hunsa hinn áróðurinn og skoða þetta ekkert nánar. Þannig að þetta tal frá því í mars að það sé bara verið að slátra Rússlandi og þeir geti nú sjálfur sér kempt og eitthvað svona, það hefur bara verið tekið upp, en svo nú og þetta sé að fyrir líka, við má slóta inn að þeir sem að falla Rússlandsmegin sé óþjóðalýður sem var lokkaður út á fangelsunum og kannski fólk sem bara landhreinsun af að losna við. Einmitt, það eru alls konar svona sögur og við eigum að hafa vita á því að taka öllum með fyrirvara, öllum sögum sama hvaðan koma, og þá verður að skoða eins marga tölur og mögulegt og þá kemur í ljós í janúar að þegar svona óháðir einstaklingar fara að skoða hvað nú margir fallnir bara síðan á einu ári, þá yfirmaður herafla Noregs segir þarna í janúar að 100.000 hermenn á báða búa hafa fallið. Sama segir Ursula von der Leyen, hún segir svipað, en hún tekur það tíst mjög fljótlega út eftir mótmæli. Mótmæli Úkraínumanna þá að Já, 100.000 úkraínskir hermenn. Já, og tók hann það út? Hún tók það út úr tístunni sínu eftir mótmæli frá að þetta væri nú óvarlega sagt hjá henni. En þetta var ekkert óvarlega sagt hjá henni, það eru fleiri sérfræðingar að segja þetta, og núna þarna í byrjun febrúar þá kemur Mossad og segir að nú var ég ekki með töluna, en eitthvað 200.000 hermenn, úkraínskir hermenn. Úkraínskir. Og það fallnir eða stundum sagt það eru bæði fallnir og særðir teknir saman, að því að það eru herfóringjar sem að taka saman tölunar, og þá skiptir ekki máli hvort að maðurinn dó eða varði óhæfur til þess að senda aftur á vígvöllin, að þá er það tekið fallnir og særðir. Já, einmitt casualties eru fallnir og særðir, þannig að ég held að það eru dánir. Já. Þetta er raunverulega dánir, eins og við myndum kalla fallnir. Já, og þetta var í febrúar og nú er meir en mánuði liðin síðan þá, og það hefur verið mikið blóðfall síðan þá. Og nú eru tölurnar sem verið að tala mann eru kannski hættir að tala mikið þessi tölur, svona parajar í umfjölluninni sem að eru tala mikið, en eru oft teknir út eins og Scott Ritter og fleiri. Jeffrey Sachs sem er mikið búið að tala fyrir stríði og voru að vara við áframhaldandi af þessari stefnu. Nú erum við að tala 250.000. Jeffrey Sachs, hagfræðingurinn. Já, hagfræðingurinn. Og Douglas MacGregor, liðþjálfi, hann er að tala svipaða tölur. En þetta er eiginlega ómögulegt að vita. Lykilatriði þetta er hryllilega margir sem hafa farið. Hryllilega margir. Og við gætum verið að tala kannski 500.000 dauðra hermanna á einu ári. Og fyrir þá var spurningin hvernig eiga þriðju aðilar að bregðast við, svona eins og Ísland
og svona. Við getum valið það að vera með öðrum í liði á einhvern hátt eða á móti hinum og taka afstöð, en fullorðið fólk ætti að hugsa hvað getum við gert til að lágmarka, hvað getum við lagt á mörkum til að lágmarka eyðileggingu þessa lands. Þess að ef að Úkraínumenn vakna einn daginn við það að landið ónýtt, áratugi mun taka að byggja þau upp, öll loforðin frá Evrópusambandinu að þeir gangi Evrópusambandið og þeir byggja þetta upp, þau verða svikin. Það standast ekki kröfur Evrópusambandsins og mun ekki gera það aldrei neinn alvar á baku og mun ekki gera það næstu áratugina. Nei. Og Bandaríkin sem hafa verið að dæla vopnum í þetta stríð og kynda undir þá, þeir eru átt að sjá því að þeir eru bara að nota Úkraínu í sínum eigin pólitíska tilgangi og hafa látið blekka sig í þetta, þá ekkert víst að það veri litið svo fallega tilbaka til þess þegar íslenski stjórnmálamenn hrópa á göttum úti bara niður með Rússland og áfram með stríðið. Og vegna þess að það hefur frá 2014 og sérstaklega 2015 verið opið fyrir möguleikar. Það var samþykkt ályktun 2202 í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að styðja Minsk 2 samningana sem er að gera milli Rússlands, Úkraínu, Þýskalands og Frakklands. Það var komin allavega hugmynda hvernig var hægt að leysa þetta á friðsamlegan hátt. Það ótalegi til að leysa þetta á friðsamlegan hátt ef viljinn fyrir hendi. En þegar maður tala svona og etja Úkraínumönnum í þetta stríð og taka undir með viltustu svona þjóðernissinnum þar, skilur við, hunsa raddir annar Úkraínumanna sem eru ekki hlindir þessu. Það heyrum ekki mikið af þeim. Maður heyrir ekkert af þeim. Nei, þannig að þú getur það til að það séu aðrir Úkraínumenn sem. Maður getur sér það til, já, til dæmis eins og íbúar í Donetsk. Hvað Donetsk? Þetta helsta iðnaðarborg Úkraínu. Þetta stærsta oblast í Úkraínu. Þarna þetta nánast allar skoðanir, kostningar og sem sagt stjórnmálaskoðanir, menningarmunur nánast eins og flippað yfir það sem í kannski Kænugarði í dag. Þessi 2,5 milljóna borg hefur lifað síðan 2014 undir stanslausum loftárásum. Það búið að dreifa hérna jarðsprengjum sem eru ofanjarðar, það búið að sprengja húsi á almennum borgurum. Það aldrei, þetta fólk aldrei spurt álits hvað þeim finnist nú þetta. Hvort að þeir séu sammála. Þetta risastort land með ólíkum skoðunum og flóknum sögu. Það alltaf hætta á að ófriði brjótist út í svona. En þú, þegar Putin fór nótt og heimsótti þessi svæði, þá komum fréttir af því og það var mynd af honum að tala við fólk út á götu. Og þá var það kynnt þannig í vestrænum fjölmiðlum að þetta væru leikarar, þannig að þau komið með þetta fólk með sér frá Rússlandi af því að þetta sem að þú ert að geta þér til að sé til í Úkraínu, einhverju sem ekki með sömu stefnu og yfirvöld í Kænugarði, að í vestrænum fjölmiðlum var látið svo að var ekki að finna einn einasta. Þetta var rússneski leikarar. Já, það ekkert þannig. Ég hef bara fyrir mér gögn eins og úrslit kosninga frá árinu 2008. Við förum tilbaka, ég ætla aðeins að draga tilbaka og ég ætla að segja fyrst að ég ætla ekki að gefa mig út fyrir að vera sérfræðingur málefnum Úkraínu. Ég bara að tala hvernig við ættum að láta afstaða okkar hér upp á Íslandi. Já, hvað við ættum að gera. Og ég er á þeirri línu að við eigum alltaf að reyna að stilla til friðar. Mannfórnir stríðsins séu óásættanlegar. Og það sé óábyrgt að reyna kyndandir. Og við getum jáfnvel sagt hvort það sé jáfnvel að sé þannig frá Íslendingum sem eru vopnlaus þjóð í norður Atlantshafi, hvort að við höfum siðferðislega rétt til að hvetja til stríðsátaka. Það einmitt það sem ég að við erum okkar stóllins
og ég er ekki að gera lítið úr sko neitna eða neitt þannig. Þetta er það sem við Íslendingar ættum að velta fyrir okkur, hvort það sé við hæfi að utanríkisráður okkar tali eins og brimvarinn stríðsaukur, því það er held ég að stangist raunverulega á gegn svona sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar eins og hún hefur lengst að verið. Einmitt og líka bara siðferðiskend. Er það rétt að hvetja til einhvers? Hver er rökrétt niðurstaðan af því sem við erum að fara? Það var þegar að spyrja þig, sem að ég rekna með þessi svar þeirra sem að vilja styðja stríðið og það sé engin möguleg endalok þess nema fullnaða sigur á Rússum og að allt landsvæði sem Rússar hafi tekið fari til Úkraínu og þar með stjórnvaldana í Kænugarði. Að fólk hér geti sagt sem svo, þetta er ekki mín afstaða, þetta er afstaða Úkraínumanna og ég styð þá. Ef að þeir vilja ekki gefa neitt eftir, heldur sækja og vinna sigur á vígvellinum, að þá styð ég það. Hvað segir við þeim rökum? Jú, mér finnst þetta skelfilegt við Þór. Og ég ætla aðeins að hoppa tilbaka hérna með íbúa Donetsk og þá fullyrðingu sem ég hef oft heyrt og líka frá Úkrænumönnum og hérna að það sé bara lygi, þetta er Pútín-áróður, það er enginn hérna í austur Úkrænu sem er virkilega steyðjandi aðskilnaði frá Úkrænu og svo leis. Fyrst verður að senda fjölmiðla og tala við fólk og kannamáli hvernig það er akkurat þarna. Og svo er það ekkert rétt að það sé engin gögn sem að benda á það. Það voru í forsetakosningunum 2012 þá fær forsetaframbjóðandi héraðsflokksins stóra fær yfirburðafylgi, mjög lítið fylgi í vestri og þetta er sem sagt forsetin sem er flæmdur frá völdum 2014 og aðtöga að þessi flokkur var bannaður núna í febrúar 2023. Þetta var stærsti stjórnmálaflokkur Úkraínu. Það var gegn könnun af óháðu fjölmiðlafyrirtæki árið 2013 þegar Maidan-mótmálin átti sér stað, hvort maður var fylgjandi eða á móti þessu mótmálum, þessar uppreist. Og þá var það 80% stuðningur í vestur Úkraínu en 80% móti í hérðum eins og Donetsk og Luhansk. Og hérna það hefur verið þessi skipting 90% Donetsk manna samþyktu strax 94 að rússneska ætti að vera hluti af opinberu tungumáli í Úkraínu en það er mjög margir rússneskumælandi þarna. Þetta eru hér sem eru búin að vera svona öðruvísi mjög lengi en svo hafa líka örfáir óháðu fjölmiðlamenn og líka mér sem CNN tekið við til fólk hérna í Donetsk og þessar örfáu skiptir sem það hefur verið gert þá er 100% ljóst að þetta fólk styður ekki stjórnvöld í Kív og ef að íslenski fjölmiðlar hefðu áhuga á því þá geta þeir farið þangað í þessar borgir tala við fólk og skorið úr því fyrir eitt skipti fyrir öll hvort það sé stuðningur við stjórnvaldi Kænugarði eða ekki vegna þess að ef að þetta er lykilatriði þá verður að skera úr það en ekki bara segja strax það er engin stuðningur. Fullyrðingin sem að endrómuð á Íslandi er svo að það má vera að þetta hafi verið svona Jón 2013 og 2014 en leið og innrásin varð að þá breyttist þetta að þá voru Úkraínumenn einhuga á baku stjórnvöldi Kív og Úkraínumenn eru einhuga í dag. Það gæti verið, ég veit það ekki ég meina, mér þetta er gaman að sjá og þetta er gaman að sjá almennilega rannsókn á því hvort þetta sé rétt svo ég hef ekki gögn sem segja þetta En það sem ég spurði þig áðan að því að þú ert að tala siðferðslega stöðu okkar hérna í norðurinu með það að ef að Úkraínumenn sjá ekki einn endalok í þessu stríði nema fullnaða sigur á vígvellinum af hverju ættum við ekki að styðja það? Hvað þýðir fullnaða sigur í þessu saman? Að öll lönd sem að rússneski herinn hefur tekið, þar með Krímskagi, verði úkraínsk aftur.
Já, fullnaði sigur á Rússlandi þýðir meira en það. Rússnesk stjórnvöld eru búin að vera með skýri hvað þeim finnst það, sem sagt, og af hverju þau vilja ekki, til dæmis innrásinn sem að var í febrúari fyrra, hún kom bara í fréttunum eins og hún hefði komið eins og 3 ár heiðskýri lofti, en þá gleymist þrennt að hvað búið að ganga á nokkra mánuði á undan. Það sem búið að ganga á var að það voru byrjaðar viðræður við Úkraínu og Georgíu inngöngu í NATO. Það var einn. Það var verið að undirbúa stór innrás inn í Donetsk-kyrrðin. Það voru 100.000 hermenn komnir við landamæri þar. Og Zelenski í janúar eða februar kemur það yfirlýsingum að Úkraína ætli í framtíðinni að koma sér upp kjarnorkuvopnum í samvinnu við NATO. Svo þarna þetta komið yfir í svona öryggissjónum með Rússa frá þeim sjónarhóli. Svo þeir eru búin að lýsa því mjög skýrt yfir að alveg frá 2008 þá var talað þetta rauða strik. Það var eftir fyrstu viðræðirnar inngöngu Úkraínu og Georgíu og Norður-Makedóníu inn í NATO. Og Lavrov utanríkisráðherra talaði þá rautt strik, að Úkraína mætti ekki ganga í NATO, það væri of hættulegt fyrir öryggi Rússlands og þeir myndi aldrei leyfa það. Svo þeir eru búin að setja núna auka kröfu að Úkraína gangi ekki í NATO og eru núna með yfirlýsingar að þetta sé einhvers konar styrjöld fyrir þeirra tilvist, sem sagt. Svo og sem sagt, Jeffrey Sachs var einmitt að segja það núna síðast, það var mjög auðvelt að binda enda á þetta stríð. Joe Biden þyrfti bara að hringja í Putin og segja Úkraína gengur ekki í NATO, þá málið dautt, sem sagt. En ef að menn halda áfram með þessari stefnu Þetta náttúrulega bara mat eins manns sem að vera mikið í Rússlandi fyrir síðustu aldamót. Einmitt. En þú veist, við skulum ekki líta fram hér að þetta er á borðinu. En fullnaði sigur bita þess að ég ætla bara að segja, það getur verið, ég meina þeir eru að tala eitthvað mikið áhlaup í maí, sem sagt. En það sem ég var að benda á í greininni er það að nú búið að tala þetta í rúmlega ár, að rússneski herinn sé nú bara búin að sína veikleika sína og núna komið að fullnaði sér Úkraínu. Þeim tókst að endurheimta eitthvað 20% af því landi sem Rússar höfðu náð áður. Rússar bökkuðu. Það getur vel verið, en stríði er ennþá. Sannleikurinn sá að Rússlandi næst stærsti her í Evrópu er Úkraínu her. Stærsti herinn í Evrópu er Rússlands her. Svo nú erum við að tala 2 stærstu heri í Evrópu sem að berjast sína milli. Og fullnaði sigur gegn Rússlandi, jú, en ef ekki, þá erum við að tala áframhaldandi blóðsúthellingar og hversu lengi getur þetta gengið? Er þetta vel gert á okkar hálfu að styðja þetta? Þú veist, áfram. Ef að það eru 500.000 hermenn dánir núna og 200 milljarðar bandaríkjadala ónýtir, milljónir flóttamanna, hvað gerist þá eftir 1 ári viðbót af þessu stríði? Hversu lengi þolir Úkraína þetta? Ég kem aftur með því að spurningin er hver er afstáð okkar hér og endróma það sem að ég tel vera svona til út í samfélaginu, sem er það að það er ekki okkar að meta það. Ef að Úkraínum er metað sem svo að þeir vilja frekar deyja á vígvellinum 100.000 saman, frekar heldur en að gefa eftir lönd eða gefa eftir það að fá að gangi NATO, þá ber okkur að styðja það. Þetta er ef ég er að endróma afstöð íslenska stjórnvalda og svona meginströmsins, þá er eiginlega svarið eitthvað neins svona. Við þurfum, við ítum í burtu öllu siðferðilegum spurningum, hvort að við sem að styðja mannfórnir og annað slíkt, þar sem að það er eitthvað stærra mál sem að Úkraínumenn hafa kosið, að sé yfir það hafið að við sem að telja saman lík ungra manna og almenna borgara, að af því að þau kjósa þetta, að þá ber okkur að styðja.
Já. Þú hafnar þessu? Sko, svona spurningar, ég meina, ef vilji fyrir hendi í Úkraínu, ég meina, gott og vel, sem sagt, eigum við að styðja allar svona pælingar með vopnum, með ráðum og dáðum, sem þriðji aðili, taka þessa afstöðu. Ég meina, ég get borið virðingu fyrir sjónarmiðum margra, með fólks aðeins að taka einharða afstöðu. Og aftur, ég þykist ekki verið sérfræðingur í málefnum Úkraínu og mér finnst að aðrir ættu heldur ekki að gera það. Og að tala svona fjálglega í staðan fyrir að setjast niður og hlusta á báða aðila, þessi hefur einhver til síns máls, þessi hefur einhver til síns máls. Það mjög eðlilegt, það ætti að vera eðlileg viðbröð að reyna að stilla til friðar svo allt fara ekki í klessu og núna þetta komið í vondmál. Hitt svo annar mál það þarf að hlusta og gera stóra rannsókn af því til dæmis hvort íbúar Krím, Donetsk og Luhansk, hvað þeir vilja líka, hver þeirra afstæða. Við þurfum þá að meta ef Úkraínumenn sem voru hlýðhollir í Euromaidan-byltingunni á sinni tíma höfðu rétt til þess að hrekja stjórnvöld þá frá og við styðjum það, þá það ekki svo augljóst hvort að íbúar í þessum austurhéruðum mætti ekki gera það sama gagnvart nýjum stjórnvöldum, þú veist. Það gæti verið ef að málin eru skoðuð að það sé þetta sé í alvörinni klofið land í afstöðu til þessara mála og það þarf að skera út það vegna þess að það skiptir máli hvað þeim finnst líka og mætti tala við þá. En ef nú var ég að vera endrúma almenna í umræðinni að þá verði svarið við þessu verið það má vel vera svo hafi verið en leið og rússneski herinn réðst inn í Úkraínu þá eru þessar spurningar ekki mikilvægir lengur. Relevant. Nei. Heldur Putin með innrásinni breytti leiknum og það verður að svara þessari árás á fullvalda ríki og fullveldi Úkraínu og það að herrveldi, stórt herrveldi geti ekki ráðist á minna ríki og brotið fullveldi þess bara mikilvægara heldur þessu út að leika til. Það ég meina sjálfsákvörðun rétti þjóða og að vera á móti innrás, það einhvað sem maður ætti að vera. Viðbröð við því annar mál. Það þetta dæmi sem í gangi í dag sem eru mjög svipuð og þar sem sjálfsákvörðun rétti þjóða líka kemur inn í. Það var auðvitað sem mest núna norður hluti Sýrlands meira minna undir yfirráðum Bandaríkjahers núna. Við studdum sem sagt Írak, já. Fyrir 20 árum? Já. Ef við skoðum bara, ef við hoppum aðeins tilbaka og sjá af hverju Rússar haga sér eins og þeir gera, maður getur verið með á móti, en útskýringar þeirra eru þessi lína. Hún bæði vantraust á NATO, sem kemur voða mikið frá fundi sem var haldið 1990 milli Gorbachevs og svo leiðtoga Bandaríkjamanna og NATO-ríkja það hvort að Austur-Þýskaland mætti sameinast. Vestur-Þýskalandi var þá hluta NATO og þá var gefið loforðum að NATO myndi ekki farast tómmu í austur en svo byrja þá samþykkti Gorbachev það að vera fylgjandi og standa ekki á móti sameiningu Þýskalands. Ári eftir þá Varsjabandalagið lagt niður og Austurblokkin hrynur. Strax í kjölfarið þá byrjar Persaflóastríðið, stríð gegn Júgóslavíu. 2001 þá byrja allar þessar styrjaldir í Írak og Afganistan, Líbíu, Sýrlandi, Sómalíu. Þeir horfa upp á þetta. Svo horfa þeir upp á land eftir land verða hluti af NATO, fara nær og nær og þeir eru í hverskipt að segja við leifum þetta ekki, við setjum rauða línur og þeirra kröfur eru hunsaðar. Það að þeir krefjast þess einhvað sem við ættum kannski að hlusta á ef að þeir eru hræddir tilvið sína. Þá
það eru samtök úti sem að berjast fyrir því að Rússland líðist í sundur í 19 lítil ríki. Það mjög sterkar hreyfingar. Það meðal annars yfirmaður sjálfboðaliða herseta Úkraínu í þeim samtökum sem að stefna að því að rússlandska sambandslýðveldið líðist í sundur í 19 lítil ríki. Svo þeir eru hræddir að eitthvað svona gerist og það má alveg svona tala við þá á þeim forsendum líka. Þetta ekki endilega friðþægingarstefna, þetta að taka mark á orðum einhvers og ótta. Ok, Jón Karl, það annars verður þetta hryllilegu mannfórnir. Það verður að stöðva stríðið. Yes. Síðan það hvað þyrfti til þess að stöðva stríðið og þá það tiltaka þessi sjónarmið Rússana, eða hvað? Ég átta mig ekki alveg á því hvort þú ert að leggja áherslu á, hvort þú sett fríðarsinni sem að leggja áherslu á verðum að stoppa stríðið með öllum tiltakuráðum eða hvort þú sért að færa ábyrðin á stríðinu yfir á NATO og Bandaríkin. Ég set enga ábyrgð og aftur ég að reyna að segja að við eigum ekki taka afstöðu með hvorugum aðilann. Okkar hlutverk ætti að vera. En annar árásaraðili, svo ég haldi áfram að enduróma það sem sagt í almennum umræðu. Já, í þessu, frá febrúar, ertu þá að tala Rússland, við erum að styðja líka náttúrulega borgarastyrjöld innan Úkraínu, við erum að styðja sem sagt, það búin að vera innri átök, þetta stríðu þetta, það má segja, það hægt að líta á innrás Rússlands árið 2022 sem það en það var mjög undarlegt að öll árin hérna undan frá 2014 eru hunsuð það hægt að líta á að þetta stríð sé búið að vera síðan 2014 vegna þess að það búin að vera styrjöld þarna allan tíman og margir sem bentu á það þegar það verður að halda upp á eins á sammæli innrásinna þetta stríð verður búið að vera í mörg ár. Já, þetta náttúrulega byrjar náttúrulega með uppreisn Euromaidan uppreisninu og í kjölfarið sem kallar Revolution of Dignity þar sem stjórnvöld eru hrækin frá íbúar Rússland tekur Krím þarna og íbúar í Donetsk og Luhansk mótmæla því að það sem var svona stjórnin sem naut mest fylgis hjá þeim og vann kosningarna 2010 og forsetinn sem vann 2012 eða hvort það var öfugt þeir mótmæla þessu og krefjast þess að fá sjálfstjórn eða allavega verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla og strax í kjölfarið þá byrjar það sem að kalla anti-terrorist operations og það byrjunin á stríðinu innanlands og mér getur sagt að þeir saka Rússa að styðja aðskilnaða sinna þarna í austri og meðan að þessir saka Bandaríkin að kynda undir þetta stríð frá hinnu og líta á stjórninni á Poroshenko sem bara hreina leppstjórn þannig að þarna eru stórveldin með en þetta líka innanbúðar átök og þarna eru 14.000 manns búnir að deyja þar með tæplega 4.000 almenni borgarar í styrjöld sem búin að geysa þarna og hún búin að vera mjög óskamfeilin og það gerð tilraun til að binda endi á það stríð 2015 en það hefur verið komið í veg fyrir það trekk í trekk það hefur verið aðilar sérstaklega frá Bretlandi Bandaríkjunum sem hafa notað sína diplómasíu til að koma í veg fyrir friðarsamninga Úkraína, Rússland og hérna hafa skrifað þetta friðarsamkomulag áður en þau hafa verið eyðilagt trekk í trekk og það sem að vantar og það sem að hefði geta komið í veg fyrir þetta að vilji og að hlusta, þessi friðarsamkomulag voru komin þau voru það er örugglega hægt að finna betri samninga en það hlýtur að vera eitthvað sem að við ættum að hugsa sem möguleika og standa fyrir að nota diplómasíu fyrir friði og í staðan fyrir að blása svona einhart í
hernaðarlóðra og skoða líka sem sagt að láta ekki eins og þetta komi eins og þrumar heiðskýru lofti, að láta eins og þetta sé að fortíðin sé ekki lengur til. Nei. Herðu Jón Karl, þú ert að andmæla ríkjandi viðhorfum, ríkjandi stefnu stjórnvalda og það verður bara að segjast að í tengslu þetta stríð eiginlega svona háskalegra og fágætara heldur en var til dæmis, nú nefndir innrásin í Írak, þá var það sómasamlega afstæða að vera andsnúin stefnu íslenska stjórnvalda og fólk kom fram og fólk var í mótmælum og það var rík umræða það. Þú nefndir áðan að við vegna þess að við þurfum að geta okkur til afstöðu íbúana í Austurlundunum að í öðrum stríðum að þá voru oft stríðsfréttaritarar á svæðinu sem að töluðu báða aðila, þannig var það meira í Víetnamstríðinu og eitthvað fleira og sömuleyti voru það fréttir frá slíkum stríðsfréttaritarum sem að brutu niður einhliða áráður bandarískra stjórnvalda. En núna virðist það svo ekki vera. Nú vantar okkur stríðsfréttarritarana og það eiginlega engin opinber debatt stefnu íslenskra stjórnvalda nema það allir að vera sammála það að við eigum að taka upp hernaðaruppbyggingu út af því að við búum í háskalegri heimi og við eigum að fara út í hervæðingu og eyða meiri peningum í hernað. Kannt þú að útskýra hvað hefur gerst? Akkur svona mikil munur á þessum átökum og því sem við getum vísað til? Þú nefndir Júgóslavíu, það voru alls konar sjónarmið uppi þar, það var ekki jafn einhliða svona hugmynd á Vesturlöndum hvað það stríð var? Nei, þetta einhver sem hefur verið að gerast smátt og núna koma á mjög alvarlegt stig. Það ekki bara það að það lélegri fréttamennska heldur var áður, heldur hún árásugjarnari. Það var mjög athyglisvert að sjá til dæmis Seymour Hersh sem kemur með grein sem að segja það að Bandaríkjamenn hafi og Normenn hafi stæða bak við sprenginguna þessu Nord Stream leiðslu. Og hefur fyrir nafnlausa heimildir inn í bandarísku leyniþjónustunni? Nokkuð velskrifuð grein. Það komin árásherf gagnvart honum. Þetta kannski fremsti blaðamaður heims ef maður skoðar hvað hernað var og svona. Julian Assange enn í fangelsi. Það raddir sem að fara ekki með þessa línu eru bara veljins grafnar. Ég viðtal við John Pilcher nýlega, hann kemst hvergi að. Ég heyrði hann í einhverju podcasti, hann fær ekki að tala. Allar þessar kanónur og góðir blaðamenn sem eru til ennþá, þeir fá hvergi að. Þeir eru útúðaðir og þeir eru... Þetta náttúrulega gamli menn sem hafa verið að senda á vígvöllinu, en það vantar eiginlega ungu fréttamennina sem eru á vígvöllinum. Það eru ungi fréttamenn á vígvöllinum. Þeir eru að reyna að senda skilabóðarna frá, en þessar raddir eru afskrifaðar alltaf sem Pútín áróður eða sem einhvað. Það settur einhver merkimiða á þá og þá eru þeir útilokaðir. Og Þannig að hluti af því hvernig umræðan núna merki hnignun Vesturlanda. Já, að það sé ekki eins og opið fyrir debatt sem sagt. Það líka, það annað sem þegar áróðurinn svona einhlið og menn eru meira sér ómeðvitaðir að það sé yfir höfuð til áróður, stríðsáróður sem að hinn eðlilegasti hlutur og venjulegasti hlutur. Þess vegna hef ég verið að enduróma eina almenn umræðu gagnvart þér til þess að þú fengir að koma með rökið þín á móti þessu sem ég reiknaði með að stór hluti þess að maður hlusta á okkur. Einu rökið, skilbúar og ástæðan fyrir því þú hefði samband að baðst með að koma í grein sem fjallan það að Úkraína að blæða út af þessu stríði og það verður verra með hverjum deginum. Því lengur sem þetta stríð dregst á langinn, því fleiri deyja. Mögulega þá herafli Úkraínu að búa útrýma honum. Það verið að draga fólk sem sagt úr þeir eru konum með þriðju herkvaðningu. Þetta er mjög mikið útlenskir hermenn sem eru að berjast núna. Við erum að tala 100.000 ungra manna og kvenna sem eru dáin. Framtíð Úkraínu. Þetta er skelfilegt fyrir Úkraínu og ég finn mjög til með þeim og það kann að vera að það sé
einhverjir sem að líta að það að vilja frið sé einhvers konar friðþægingarstefna. Það er þá að ganga erinda útlendra íllra stórvelda. Einmitt, já, mér finnst þetta mjög barnalega, mjög þetta er raunveruleikinn, sko. Já, eins og verið að tala um. Já, þetta er raunveruleikinn í okkar samfélagi. Málið punkturinn með greinin var, ímyndum okkur, bara setjum þetta í hugan, að þetta sé allt sem að ránt. Og raunverulega niðurstaða af þessu að Rússland bara vinni, taki þessi héruð og verið nákvæmlega sama niðurstaða og hefði verið ef mann hefði náð þessu samkomulagi sem verið að reyna að ná með Minsk. Hvað getum við þá sagt við okkur ef kannski 1 milljón manns liggja í valnum? Landið varanlega í rúst og maður lítur í baksinnispeilin og maður hugsa með sér var hægt að sjá þetta fyrir þessi endalok. Annars sem að að þessi einhliða áróður til dæmis hvað Rússland sé veikburða og hvað verði þetta sé tækifæri til þess að koma Pútín frá völdum og ég veit ekki hvað hefur valdið því að við Vesturlöndum höfum orðið eins og einhvers konar echo chamber sem að bara segir það sem fólk vill heyra en tekur ekki eftir því sem gerast í raun og veru. Þegar sannleikurinn sá að þetta stríð ekki stutt af öllum heiminum. Þetta að valda rosalega stórum pólitískum afleiðingum sem bitna líka á okkur þegar til lengra litið. Vestur-Evrópa þegar komin í stór vandræði með því að missa aðganga auðlindum. Það er komin vísir að efnahagskreppu sem gæti skollið að bankar eru farnir að hrynja. Þetta búast nú stappa menn sér saman þarna í BRICS-löndunum þeim stöðugt að fjölga. Þetta gæti þýtt endalók vestrænna yfirbörða. Ef að menn eru margt af þessu hefur komið fram við rauðaborðið, til dæmis það að það eru straumkurfi í Miðausturlöndum þar sem að má sjá í svona þýðunni á milli Sátu og Íran sem leitt af kínverjum og Magnús Bernhardsson var daginn og sagði að öld Kína þegar komin í Miðausturlöndum. Og það stríðið sem að flýtir fyrir þessu. Margir leiðtogar í Afríku heimsálfunni eru að tala að þetta geti verið tækifæri til að losna undan yfir á Vestur-Evrópu. Og líka þú varst að tala eyðileggingu Úkraínu, þá hann komið hingað stundum hann Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor á Akureyri og hann hefur frá upphafi stríðsins bent á þetta að fórnarlambið stríðir Úkraína sem að mátt ekki við þessu. Fólki sem að flýja Úkraínu, það leggst ofan á landflótta sem að hefur verið þarna. Úkraína stendur mjög illa og nú hefur verið bara að breyta því í rústir hægt og bítandi og það bara ekki að sjá fram á það að nokkur aðili muni reisa þetta land við, þannig að það verður fórnarlamb þessa stríðs verður að Úkraína verður eins og var sagt í gamla daga sprengt aftur á steinöld. Já, einmitt og auðvitað á maður að hafa ekki gera lítið úr eða niður að þá sem að eru Úkraínumenn sem eru með sterkar þjóðsnarshyggju og vilja byggja landið upp eru leiður á yfirgangi Rússland sem náttúrulega þarna og standa með þeim en við getum ekki, það þýðir ekki að við eigum að styðja þá í að slátra eigin landi og að leiða til þess að þetta land komist aldrei upp úr þessu og það getur gerst núna. Við tala nú ekki ef að Vestur-Evrópa fer í stóra efnahagshrunið sem að virðist vera að koma. Þá enginn að fara að byggja þetta land upp. Svo og kannski fyrst og fremst mannslíf sem þarna fórnað. Maður getur sagt sem svo, ef við værum einhvers staðar og það væri 2 stóri menn að fara að slást. Það mannlega og fullorðslega var að reyna að stilla til friðar. Svona stopp. Það ekki eðlilegt að taka bara einhvern mann og segja já, við stundum með berðan í klessu þang til hann dauður. Það ekki viðhorf sem við ættum að vera með og sem utan að koma til fólk þá ættum við bara að reyna að stuðla að því að sem fæstir þjáist. Jón Karl, takk fyrir að koma með þennan klassiska boðskap hingað og spjalla við okkur stríðið í Úkraínu. Takk fyrir. Við snúum okkur þá að næsta máli.
Mættar hérna við rauðaborðið sósíalískir feministar og ætlum að taka smá yfirlit yfir fréttir vikunar með feminískum glerum. Þær eru hérna hjá mér, það Sara Steff Hildadóttir og Þórdís Bjarnleifsdóttir. Verið velkomnar, ég heiti María Pétursdóttir. Við ætlum aðeins að fara yfir nokkra fréttir vikunar, ef ég kannski bara byrja aðeins að ræða svona umtalaðasta mál, eitt umtalaðasta mál vikunar sem var mál hérna Eddu Falag, þar sem að hún á að hafa logið til starfsferilsinn í einhverjum merkilegum banka, einhverjum fjárfestingabanka í Kaupmannahöfn, þar sem hún sagðist hafa verið í verðbréfamiðlun, skiptir eiginlega ekki máli einmitt. Nei, einmitt. Og Frosti Logason kemur með þessa uppljóstrun í rauninni að hún hafi logið til þá hún hafi unnið þarna og eins á einhverjum öðrum stað þarna í Kaupmannahöfn, þar sem hún á einmitt að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni og þar með hana gjaldfella það að hún hann vildi þar með gjaldfella það að hún hefði orðið fyrir þessari kynferðislegri áreitni vegna sem hún hefði aldrei unnið þarna. En ég veit ekki, hann tók ekki með inn í dæmið að mögulega hefði hún logið til það til þess að bara að því hún vildi ekki gefa upp hvar, það var ekki hægt að rekja málið. Maður veit ekkert hvað stendur svo sem á CV-inu sem hún skilaði inn til Stundarinnar eða hvort hún hafi þurft að skila inn einhverju slíku. Nei, Stundinni mitt sagði bara að það kemur málun ekkit við hjá hvaða á hvaða vinnustöðum hún hefði unnið í fjármálageiranum í Kaupmannahöfn, það hefði ekkert með hennar störf hjá Heimildinni að gera, eða Stundinni, sem alveg rétt, enda var greinilega ætlun Frosta og félaga að taka bara niður konur og þeirra kannski svona rétt þennan þolenda rétt að geta sagt frá án þess að vera endilega bundin í einhverja klafa dómskerfisins sem að þeir grípa nefnilega oft til saklausun sekt sönnuð að því sá frasi því að það núna bara undanfarið í MeToo að þá hefur náttúrulega bara margoft komið fram að það bara stenst ekkert skoðun þú ert ekkert endilega saklaus uns sekt sönnuð, þú getur bara vel verið sekur þótt þú hafi sloppið með skrekki þá sé ekki búið að sanna það upp á þig einmitt. Þannig að það náttúrulega bara svona ferraveldis frasi þú veist einmitt. Og þannig að Edda kannski lendir svolítið í þessari hakkavél náttúrulega en það sem að mér varst líka áhugavert sem gerðist með þetta mál var að konur raunverulega stóðu þarna allar með henni. Það var alveg ókvikull stuðningur bara frá mjög ólíkum hópum feminista og bara kvenna yfir höfuð að því að kannski hvort þú skilgreinir þið sem feminista eða ekki feminista en það mátti alveg finna það allavega svona internet landslæginu að það bara stóðu allar konur með Eddu og fleiri til náttúrulega en feministar kannski í ljósi liðina atbyrða kannski eins og í febrúar að þá kom í ljós að feministar standa ekkert alltaf með öllum konum svona opinberlega það var nú eitthvað sem þú ætlaðir að tala Þórdís varandi liðna atburði í Eflingu og þegar Sólveig kallaði eftir stuðningi og hún var nú að rifið upp, var það ekki? Jú, hún var að rifið upp í Facebook status í gær held ég bara þetta svona umræður sem ég á mjög erfitt með svona að skilja og það að Efling sé til dæmis ekki boði á kvennaráðstefnu innan ASÍ af því að formaður Eflingar þykir vera óþekkur feministi og vera karllæg ég skil ekki ég skil ekki Já, það rosalega áhugavert og mér fannst þess að hún sagði í þessum pistli sínum á Facebook það var rosa áhugavert að feministar burtsér frá henni að það væri ekki hægt að taka af skarið og sína lálaunakonunum stuðning allavega það að þá skrifa einhverja grein eða opinberlega til þess að styðja við baki á þeim þetta félagið sem innan með lálaunakonur sem að berjast mest í bökkum sem náðu ekki endum saman frá fyrsta til fyrsta að þau geti ekki risið upp af þessu plani og stutt
þessar konur burt séð frá formann Eflingar. Já, þetta bara rosa áhugavert í allri feminískri umræðu og verður eflaust, ég meina þetta skráast bara í sögubækurnar, þú veist, auðvitað þurfa feministar ekki allir að vera alltaf sammála, en enga síður þá þetta mjög áhugavert, því þú getur náttúrulega tæknilega valið þetta, að styðja Eflingar konur á þess að styðja beint og yfirlýst formannin, ef það einhverjum vankvæðum háð, sko. Maður finnur bara annað plattform til þess að styðja konur, en maður kannski ekki alveg sammála talsmanninum. Já, nákvæmlega. Já, þetta svolítið sérstakt. Sara, þú ætlaðir að tala klám. Já, heyrðu, ég rakst á frétt á internetinu svo kallar gerviklám sem að ég bara skransaði sko. Gerviklám, en þá sérst lentu 3 íslenskar konur í því fyrir ekki svo löngu að andlit þeirra og nöfn voru tekin og búin til aðgangur á Instagram undir formerkjum OnlyFans kláms og 2 þeirra var sérst blanda saman, þannig að þær komu alveg fram undir nafni þessar konur í fjölmiðlum, þannig að Hödd heitir hún svo sem að var fréttamaður og lögfræðingur, hún var fréttakona á Stöð 2 og Saga Ír heitir önnur, þeim var svona splæst saman í eina konu og hún svo líka lögfræðingur eitthvað tilviljun og þannig að það mynd af Hödd og svo nafnið hennar Sögu og svo vísað áfram á gerfi síðu sem lítur út fyrir að vera OnlyFans síða og þar eru klám kaupendum þeir eru leiddir áfram að því að klám konur sem að vinna við, fólk sem vinnur í klámbransanum notar oft Instagram sem svona tælingar accounts sem að vísa svo áfram inn á aðra staði þar sem þú getur notað kortið til að kaupa aðgang að kláminu sjálfu sko og þannig að þarna var verið raunverulega að hafa fólki hafa af körlum kreditkorta upplýsingar þetta var ekki raunverulega OnlyFans síðan, þannig að þetta var hluta svona skammi og Nína Richter sem vinnur hjá Torgi held ég núna hún var tíma hjá RÚV, hún lenti í þessu líka og þá erum við, þú veist, þannig að þetta svona náttúrulega, eins og Nína talaði hún sagði bara henni hafi liðið eins og þetta væri bara svona árásin í engalíf sitt, ég meina þú bara einhvern veginn missi stjórn af þínu identity, sko og hún fór bara í svona eitthvað damage control að hafa samband við fólk sem hún þekkir til þess að fyrirbyggja, þú veist koma í skilningum að þetta væri ekki hún var ekki fann að starfa við klám þú veist, þannig að þetta náttúrulega bara hrikalegt að lendi í þessu og þetta enn og aftur sýnir bara hvað konur eru ótrúlega undirskipaðar sem söluvara í þessu samfélagi þú veist og og svo fannst mér bara í framhaldinu fekk ég þetta svona aðeins á heilan og fór eitthvað að skoða, þú veist, svona censorship svona ritskoðun á netinu sjálfu, þú veist, hvað möguleika við höfum, að ég eina af þessum konum sem spyr í sífellu bara, akkur ekki hægt að loka fyrir þetta klám að vegna þess að 75% af mansal í heiminum eru vegna kynlífsmansals svo kallað, ég meina að sjálfsögðu er þetta ekki kynlíf þetta er klámmansal og 95% af þeim hluta eru konur og börn þannig að þú ert alltaf að tala eitthvað svona exploitation sko, og ofbeldi og algjört ógeð sem eitthvað hugmyndum frelsi vegna þess að þú getur bara, ég fletti mitt upp í kjölfarið sem listum hvernig ríki heims loka fyrir alls konar efni og auðvitað eru Kína og Norður Kórea þar efst sko en til dæmis þá eru Bandaríkin til dæmis ásamt Mexíkó og fleiri og Kanada hafa til dæmis trublað notkun torrenta þú getur ekki torrentað bara alveg þú getur ekki stólið bíómyndum alveg skilur, þannig að höfundavarið efni ekkert mál að loka á það konur og börn þú veist, sem eru bara pyntuð til kláms og dælt í þeim lyfjum og alls konar ólifjan frelsi þú veist, þetta er bara hrikalegt en ég geti tala lengi um þetta sturlaður heimur sko. þetta er sturlaður heimur þegar þú varst að tala gerfi klám ég var ekki alveg átt með hvað það væri sko. ég var fyrst hugsaði með mér hvort það væri sko teiknimyndaklám eða svona, það komið eitthvað svona klám sem er svona, kannski ekki bent teiknimyndir en eitthvað svona 3D myndir eða eitthvað svo les
Já, ég meina konur, þú veist, verða bara alltaf vinnudýrin, skilur við erum bara vinnudýr inn á heimilinu fyrir utan heimilið í þessu, eða þú veist aðal áherslan þarna náttúrulega hvort sem það skáldskapur eða raunverulegt að þá fjallar þetta náttúrulega þessa undirskipun og niðurlægingu sko. Og þetta bara rosa náttúrulega hrikalega öflugt tæki til þess að halda Sérðu fyrir að Frosti Logason myndi lendi í svona? Nákvæmlega, já, það væri alltaf áhugavert að heyra hans viðbröði því Já, einmitt Nákvæmlega Vitum við til þess einhverjir svona frægir íslenskir karlar hafi orðið fyrir þessu? Ekki enn Nei, einmitt En ertu svona að segja þessar konur sem að andlitaðan voru fengin að láni eða stóli bara í þetta að þær séu rauninni varnarlausar gagnvart Já, svo það annar hluti af þessu að konur sem lenda eins og í svona deepfake sem annað, það sem bara andlitið er bara sett á og bara einmitt svona 3D tækni notu til þess að bara fabriketa einhverja líkama og svo ertu bara að gera alls konar hluti eða andlitið á þér er tengt við eitthvað sem að þú hefur aldrei komið nálægt að það er þá er alltaf þessuna sko spyr ég, akkur er ekki hægt að loka á þetta af því að svar lögreglunar við þessu er við getum ekkert gert torrenta, það er bannað Já, þetta er athyglisvert Heyrðu, við kannski förum úr þessu yfir í háskólana þið hafið aðeins verið að velta fyrir ykkur nýjustu fregnum nú er alveg logar sko eða sérstaklega ekki, ég ætla ekki að segja samfélagsmiðlar en skoðanagreina kerfin af fólki sem að gagnrýna og háskólafólki sem að gagnrýna Áslaugu Örnu Já, hún var einmitt í viðtali núna helgin á Sprengisandi það sem hún er raunni að tala það að það þurfi fara að beina háskólanum í það að þeir og raunni greiða háskólanum fyrir það að beina fólki í ákveðnar greinar í skólanum þar sem að atvinnurekendum vantar fólk inn í ákveðna greinar og þar er hún mikið að tala félagsvísindin og og fleiri svona sem að hún segir að séu svona ódýri fög og þessna séu háskólanur að beina fólki frekar þangað sko Já, en hún vil beina þeim frekar inn í þessar STEM-greinar, eða ekki? Já. Og vil meina að það sé skortur á starfsfólki í STEM-greinum og hún var líka þegar ekki að benda á að 70% af háskólanemum eru konur í dag, ekki satt? Þú veist að áhugaverð tölfræði sko vegna þess að það er náttúrulega sko konur leita í háskóla til að sanna virði sitt og fá hærri laun sem síðan skila sér ekki og það er búið að gjaldfella sko háskólanám eftir að konur fóru að vera meirihluta fengu betra aðgengi að háskólanum þannig að þú veist nú bara dugir ekkert að hafa einhverja bakkalórsgráðu, þú er lágmark er einhver meistaragráða eða þú ætlar að náður í einhver laun sem getur mögulega fleittir á leigumarkaði sko, hvað þá að komast í gegnum greiðslumat Hún vildi nú meina að það væri frekar tí að kenna þessu krónutöluhækkanir í launum væri að hafa áhrif á sem sagt launastöðu menntað fólks og þetta er það rannsaka frekar en ég bara spyr hvað varðum alltaf frelsi sem að Sjálfstæðisflokkurinn talar svo mikið þegar þetta svo að fara að beina fólki í ákveðna greinu hvað er frelsi okkar allar til að læra það sem við höfum áhuga það er góð spurning þetta er mjög góð spurning sko þetta er rosa áhugavert þetta frelsi þetta hugtak mjög sko einmitt bara, en þetta það var mikið talað þetta en það var náttúrulega iðgreinarnar sko, þá átti nú bara að vera mikill og hefur verið sérsagt í einhverju samvinnu við samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins eða eitthvað svona og þetta er svona eins og framhald af þeirri umræðu sko Ég sá einmitt að Áslaugu Arna var á samtöku á þingi, hvað heitir þetta samtöku iðnaðarins voru með eitthvað svona þingum daginn, ég grunaði svona fram hjá þessu á Facebook og datt inn á það sem hún stóð á sviðin einmitt og þar er hún einmitt að lýsa frati á Íslensku háskólana þeir skrapi botnin
En hvernig væri bara að fara að veita þá bara almennilegu fjármagn inn í háskóluna þannig að þeir bara ráði þá betur við að gera rannsóknir og mennta fólk betur. Ég meina, þetta alltaf vakt sjálfstæðisflokksins. Þetta líka bara svolítið sérst að hún sko tjái sig svona á sama tíma og hún að taka fjármagn frá skólanum sko. Já. Einmitt, svo það, einmitt, að hún búin að taka þegar það er orðin til þessi snjóhengja og býðum við bara eftir niðurskurði eftir 2 ár sem nefnir þessum 2 milljörðum sem að var útdeilt daginn í alls konar verkefni sko. Sem náttúrulega, einmitt sem eins og efla þá til dæmis skólana með fjarnámi. Já, einmitt. Skilur, það myndi efla alla skóla alveg heilmikið bara að fá fjarnámin í Háskóla Íslands til dæmis. Fólk þyrfti ekki að vera flytja búferlum til þess að geta stunda námi í Háskóla Íslands, skilur ég meina það er hægt að gera svo margt til þess að gera skólana betri. Já, og þetta er náttúrulega vakt sjálfstæðisflokksins, þú veist. Já, hann hefur stjórnað nær ósliti frá bara lýðveldi, þar sem að bæði menntakerfið og náttúrulega heilbrigðiskerfið líka hefur bara verið svona sorfið að innan. Já, einmitt. Já. Herru, ég ætla þess að tala líka, kannski í samhengi við þetta líka eða svona í framhaldi af þessu, það er prófessor í háskólanum Erla Sólveig Kristjánsdóttir sem er prófessor við viðskiptafræðideild háskólans, hún er að undirbúa rannsókn núna á kynbundnum aldursfordómum á vinnumarkaði og það var einmitt viðtal við hana í morgunútvarpinu í morgun sem var mjög athyglisvert. Þar er hún að tala að munin á það eru aldursfordómar gagnvart báðum kynjum en þeir eru meiri gagnvart konum og það er bara byrja strax bara 40, segir hún. Þetta komið svolítið á óvart, ég held að væri kannski aðeins seinna en nei, strax upp á 40 þá eru þær í rauninni, þá er búið gjaldfella þær svolítið. Þær þurfa að vera svona á bilinu 35-40 helst sko, af því það er með heldur ekki verið ofungar. Þannig að Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur, hún hefur gert svona rannsóknir líka, gerði rannsóknir á kennslumati nemenda og þar kom það sama í ljósi þetta, það bara er eins og automatískt, eða mjög svona menningar bundið bara, að konur sem kennarar fengu bara sjálfkrafa verra mat fyrir það eitt að vera kvenkins. En hún hún talar núna, hún Erla, þetta er náttúrulega sérlega slæmt því fólk náttúrulega lifi lengur líka í dag, það fara að lifa lengur og við verðum eldri og heilbrigðari lengur og höfum metnað til að vinna lengur þannig að þetta er bara svo áhvert. Þetta er alls ekki gott mál sko. Nei, ég man það núna í rannsókn Katrínar, þá kom það nefnilega fram að það skipti engu máli hvort að nemendur voru karlkyns eða kvenkyns eða á öðru rófi. Þetta var nú, held ég, það er ekki svo langt síðan hún gerði þetta en ég held að það hafi verið tekið bara karlkona sem sagt að nemendur af báðum kynjum gáfu konum sjálfkrafa verri einkunn og þær voru dæmdar harðar, þú veist, á einhverjum svona skölum sem sagt prósaspurningum, og þá voru konuna dæmdar harðar af báðum kynjum. En er hægt að tengja þessu aldursfordóma inn í fegruna aðgerða? Já, líka sko, vegna svo hún talaði líka með sko útlit skiptir líka máli. Það er ekki bara sko aldurinn á konum, heldur skiptir máli hvernig það lít út líka. Þannig að þetta er mun svona við það maður heldur en að kannski fólk ætlar í fyrstu. Þannig að og útlitið vegur þyngra, segir hún, heldur en þekking og reynsla. Já, þetta er bara alveg lýgilegt, að virði kvenna sé ennþá og náttúrulega verður örglega með einhverja langa hríð undir svo mikið í útliti, þú veist, að eins og með litlar stelpur að þá er yfirleitt fyrsta komment hjá fólki, mikið er hún falleg, en það myndir aldrei heyra það drengi. Nei. Það er til þess að fara inn í aðeins aðra umræðu sko. Nema þeir séu sko mjög svona fíngerður og kvenleir. Já, mögulega sko. En þú veist, bara leið að maður hefur séð hennar frasa, mikið er hún falleg, mikið er þú falleg, þú veist, þetta er eiginlega fyrsti svona eiginleikin sem að konum sem konur falla undir hjá bara mjög mörgum körlum og konum. Einmitt. Sem á sér ekki samsvörun sko hjá körlunum. En hún ætlar allavega að leggjast að með vorinu, hún Erla, með þessa rannsókn sína. Það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með þessu. Hún er komin í samband við bæði finnska og kanadíska fræðimenn sem að hafa áhuga á svona samanburðarrannsóknum.
Þannig að þetta bara allavega mjög áhugavert mál. Heyrðu, svo langaði mig að tala annað. Það sem sagt var að þetta sem sagt nýtt frumvarp frá heilbrigðisráðherra sem sagt gengur út á breytingar heilbrigðisstarfsmenn. Þeir fái svona skýrari heimild til þess að tilkynna lögreglu heimilisofbeldi ef að þolandi leitar heilbrigðisþjónustu. Þannig ég held að þetta á að vera svona automatist í kerfinu, en það einhver svona undanþága ákvæði sem að verast vera allt of mikið notuð. Þannig að það skila sér ekki málin skila sér ekki inn til lögreglu. Já, ok. Þannig að það ég veit að það eru nokkur svona verkefni í gangi frá forsætisráðuneytinu, sem í samstarfi við velferðarráðuneyti held ég, og heilbrigðisráðuneyti, svona ólík aðeins svona annars eðliskaski á milli ráðuneyta og taka okkur ólíkum þáttum. En þau eiga öll að fjalla þetta að tryggja öryggi þolenda, eða ekki? Sennilega, já. Og að beina málum þeirra svona skilvirkar inn í dómskerfið. Þannig að þetta er svona held ég eitt af þessum einhverjum fyrstu skrefum, það sem á að reyna að styðja betur við þolendur og reynslu þeirra þá og hagsmuni þeirra. Á 15 ára tímabili kemur fram í þessar frétt, þá hafi af 1636 konum sem að leituðu að bráðamóttöku á Landspítalanum vegna heimilisofbeldis, þá hafa 38 þeirra komið áður vegna heimilisofbeldis. Já, er hún ekki verkefnastjóri yfir þessu Drífa Jónasdóttir sem held ég að sé afbrotafræðingur? Og hún gerði einmitt svona kostnaðargreiningu á heimilisofbeldi í tengslu við Landspítalan. Þú veist, það er ekki hægt að tala ofbeldi nema að tala peninga. Þú veist, þetta er ein leið til að ná eyrum stjórnvalda, það er að tala peningana. Þannig að þá var hún hjá Stígamótum, ég held að sú rannsókn sé það. Ég held að þetta tala peningana, ég held að hún ætti að tala peningana, þetta með velmenntuðu konurnar sem fá ekki vinnu og er vannýtt auðlind og Erla ætti kannski bara að reikna út hversu upp á krónu hversu vannýtt auðlind þessar konur eru. Það var að tilsvært. Herðu, erum við með fleiri fréttir? Ekki í bili frá mér allavega. Ekki í bili. Þá segjum við bara þetta gott og hittumst aftur af viku liðinni. Já. Takk fyrir okkur. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Já, hjá mér við rauðaborðið er hún Dagrún Ósk Jónsdóttir sem er verkefnastjóri FÍSOS sem stendur fyrir Félag íslenskra safna og safnamanna. Velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, ég ætla að byrja þig bara að spyrja þig, hvað eru safnamenn? Safnamenn er bara fólk sem starfar á söfnum. Það er það sem þetta stendur fyrir í þessu samhengi. Já. Bara fólki sem er að sinna söfnunum. Já, einmitt. Þannig að það er líka meðlimir í þessu félagi, FÍSOS. Bæði eru söfnin sjálf geta verið félagar í FÍSOS og svo líka fólkið sem starfar á söfnunum. Já. En það er ekki, það er ekki eins og þannig að fólk getur verið svona sjálfstætt starfandi safnamenn. Getur það verið þannig? Jú, maður getur verið til dæmis safnafræðingur, fræðmaður sem er að rannsaka fræðifólk sem er að rannsaka söfn. Það getur verið í félaginu eða tengist söfnum á svona þennan sérstakann hátt. Akkurat. Já. Herðu, þú varst að skrifa grein á Vísi, svona skoðanagrein á dögunum. Já. Og þar sem að þú ert að bara velta upp bara gildi safnana í rauninni.
Segðu mér aðeins ef að bara, já, svona í kannski stöttu máli, hvaða gildi hafa svefn fyrir okkur til dæmis hér á Íslandi? Já, svefn hafa sko mér finnst þau hafa svo gífurlega mikið gildi fyrir okkur og fyrir bara öll og það svo margþætt að því að þau hafa bæði svo margþætt hlutverk. Við eigum náttúrulega mjög fjölbreytt að safnaflóru á Íslandi og við erum með rosa mikið af svefnum á Íslandi líka sem mjög skemmtilegt og við erum með listasvefn og náttúrugripasvefn og minjasvefn, svo alls konar sérsýningar og svo bóka og skjalasöfn út all land líka og þau hafa svona mismunandi hlutverk en hlutverk safna að safna og varðveita muni og gripi og sögur og myndir og list og minningar og allt þetta fyrir framtíðina, skráða og svo náttúrulega að rannsaka safnkostin og að miðla því síðan til annara og þetta eru svona þessi fjölbreyttu hlutverk og gildi þessa líka gífurlega fjölbreytta því að söfn náttúrulega með þessu varðveislu hlutverki sínu þá geyma þau fyrir okkur söguna þau geyma söguna og það svo ofboðslega mikilvægt að því að þó að þau safni þú veist þau varðveita muni frá því áður fyrr og safna náttúrulega munum í okkar samtíma en skipta ekki síður máli fyrir framtíðina að því að þau við verðum eiginlega að þekkja fortíðina til að átta okkur á því hvernig við komumst þar sem við erum núna og hver við erum bara í dag og hvert við eigum síðan að halda í framhaldinu hvert við eigum að fara næst og hvernig við eigum að gera það þannig að svefn eru mjög mikilvæg út af þessu og svo hvetja svefn til samtals líka svefn eru mörg hver mjög virk í samfélaginu og eiga mjög góðu sambandi við samfélagið og þau samfélag sem að þau tilhöra svefn út á landi til dæmis og svona mjög mikilvæg á sínum svæðum og þau taka á móti skólahópum og fræða og miðla þar og eru í samstarfi við alls konar félög og geta velt upp mjög stórum og mikilvægum spurningum þegar þau eru með þetta fræða okkur og þau gera það á svona annan hátt, hún nærið kannski til annara hópa á safni heldur en einhverja sem ætla að fara að lesa fræðigreinar eða eitthvað. Þau eru svona aðgengilegri á þann hátt að þú veist, það vera að miðla öðruvísi og oft eitthvað svona sem maður getur pröfað líka og upplifir það þá þannig að þau eru mikilvæg þess vegna að þau ná til annars og fleiri hópa kannski og geta vakið okkur til umhugsunar alls konar mál og alls konar sem að gerast í samfélaginu og veist, náttúrugripasöfni er mjög auðvelt með að tengjast inn í umræðinu loftslagsmál og umhverfisvernd til dæmis og listasöfn hafa oft komið inn í umræðu jafnrétti til dæmis þannig að það alls konar svona tengingar alveg hér og þar og tengingar sem vakna þegar það farið á söfn og svo hafa söfn gífurlega mikið aðdráttlöf líka ekki bara fyrir sín svæði og heimafólk þó hafi mjög oft mikið aðdráttlöf fyrir Íslendinga þá líka fyrir ferðafólk þau eru mjög mikið af ferðafólki sem kemur og heimsækir Ísland ætlar sér og skoðar söfn þegar það kemur alveg svo við gerum þegar við ferðumst eitthvað erlendis nákvæmlega kannski fyrsta sem við spáum í er ekki eitthvað safn hérna sem að sem að geti skoða aðeins bara til að þú veist kynnast menningunni á þeim stað sem maður á og hvað þykir áhugavert og merkilegt að því að söfn náttúrulega líka draga fram ákveðin sjónarhorn í sínum sýningum og svona þannig að það svolítið skemmtilegt líka einmitt hvað hérna nú kannski svona landslægið í safnamenningu eða í svona hugum, það kannski í hugum fólks mér datt allt í hug meðan að ég var að hlusta að tala á hann að mér datt allt í hug bíómynd sem að ég man ómögulega hvað heitir
en þú kannski kveikir á þessari bíómynd að hún gerist í Bandaríkjunum og þetta eru 3 persónur á minnir og allar eru þeirra hafa mist einhvern gömul kona sem hefði mist manni sín í bruna og það var einn hlutur, einhver svona baseballbolti áritaður sem að hún átti eftir hann og hann vantaði peninga því að hún hefði mist húsið og gæti ekki séð fyrir sér og eitthvað svona, bjó inn á syni sínum og þetta var spurningum að hún myndi selja boltan, hann áritaða baseballbolta og svo á sama tíma einhver annar manneskja það einhver maður og systir hans að fara að hittast til þess að fara í gegnum allt dót foreldra sinna því þau eru látin en einhvern veginn inn í það krassar síðan að dóttir hennar deyr í bílsleysi og þá ætlar hún að fara að skoða dótið hennar líka, hún og maður hennar og þá kemur í ljós þetta er allt svo ólíkar minningar í gegnum hluti og varveislu hluta, þetta snýst það þessi mynd og og þegar að þau fara að skoða síðan eða konan inn í herbyggi dóttur sinnar þá ekkert þar allar myndir voru inn á tölvunni inn á einhverjum öppum og það er raunin ekkert sem hún getur þannilega sótt og tengist í raunin ekki kannski beint fjölskyldur neðan eitt einhvern sem vinahópa myndir bara eða eitthvað mestarlegi það var algjör minimalismi í herbyggjunnar og þú veist hún var bara með sína laptop og eitthvað eitt plaggat upp á vegg eða eitthvað skilur svo með allt í og svo bara allt í símanum og allt í tölvunni og þetta einhvern veginn varpaði fram svo stórum spurningum einmitt hvernig varðveitum við minningar og þú veist hvað er að gerast núna þegar allt er orðið rafrænt algjörlega, þetta er mjög, ég þarf að sjá þessu mynd já, ég þarf bara að rifja upp hvað hún heitir ég reyna að googla þetta fyrir það eftir já, nákvæmlega, en þetta er svo áhugavert af því að líka hlutir er ekki bara hlutir einhvern veginn, þú veist, í gegnum hluti og muni og svona þá fáum við alls konar þeir geta veitt alls konar innsýn inn í bara einmitt hvernig fólk lifir lífinu sínu og svona gildismati hvað okkur þykir væntum og hvað okkur þykir mikilvægt og af hverju þannig að þessum hlutum fylgja líka svo oft mikilvægar sögur sem síðan hægt að raða saman í og fá einhver svona mynd af bara gildismati, samfélags og lífi og þú veist atvinnuháttum og allir þessir hlutir sem að standa vísa fyrir svo miklu meira heldur bara það sem þeir eru einhvern veginn standa fyrir og ótrúlega margt þegar við höfum þessar upplýsingar sem að söfnin náttúrulega safna líka sögu hlutana og sögum þeirra bæði, þú veist hvaðan þeir koma en af hverju þeir skipta máli líka og safna ljósmyndum og minningum og alls konar svona og skjölum og skjálsöfnum en mér verður hugsað sem vindsand líka því núna eins og til dæmis þegar það er verið og þú talar það líka í greininni nefnitt hvernig skyndilega allt í einu að loka borgarskjálasafnin er fyrirvaralaust og þá dettur manni líka í huga mitt þessi stefna náttúrulega sem hefur verið núna að eyða öllum pappiskögnum og setja allt í tölvutækt form og ljósmyndir fólks eru allar inn á tölvunni í símanum og fólk er að tapa þeim sem að kannski var ekki en á sama tíma eittust svo sem ljósmyndir líka en ég bara svona velti fyrir mig líka er þetta að sjá einhvern veginn í gegnum sögun einhver tímabil þar sem að áhersla fólks á að geyma hluti eða varðveita hafi verið minni bara í samfélaginu ég held það er kannski svolítið erfitt að svara því hvort að svona áherslan hafi einhvern tímann verið
minni, það náttúrulega hvort sem bara sjá þetta, við erum svolítið nefnilega að sjá þetta núna í gegnum allt þetta rafræna alltaf bara verða þarna okkur skil og þú ert ekki að safna dóti þú ert bara svona að lifa minimalist og þetta er svolítið skilabóðin algjörlega, það er alveg núna svona í umræðinni bara hjá fólki að þú veist, vera ekki að kaupa of mikið og umkringja sér ekki með hlutum sem maður þarf ekki á að halda og svona, en með sko til dæmis söfnin og þessa rafvæðingu þá eru þau náttúrulega ennþá að geyma frumritin en svo líka skráðu þannig þau séu afgengilega á rafrænu formi þannig að þá séu þau til í rauninni í báðum stöðum sem er rosa mikilvægt sko líka þetta að vera að setja þau á netið líka bara upp á aðgengi að þeim finnst mér þannig að það sé hægt að nálgast þau þegar ég er á Hólmavík sem ég er eitthvað það vantar rosa mikið skjöl hérna í bænum með eitthvað svona myndir eða eitthvað þannig að þú veist ég held að það sé rosa gott þessi þróun sem hefur orðið að gera söfn aðgengilega á netinu en það er náttúrulega líka verið að varðveita raun upphaflegu útgáfuna af því. Var ekki líka eins og í COVID-inu þá voru söfn með bara svona virtual í rauninni eða svona sýndar veruleika sýningar bara í gegnum tölvuna algjörlega og viðburði í gegnum tölvuna því söfn mörg eru svo rosa öflugi að halda uppi viðburðum og svona fræðslu í gegnum þannig miðlun þannig að þau voru rosa duglega í COVID að vera með svoleiðis á netinu en það er mjög áhugavert þetta með tölvuna sko því að við núna er ég líka að læra þjóðfræði og þá er oft verið að tala svona það er verið að skoða gamlar dagbækur og þá velti maður sér fyrir með þessu núna þar sem að dagbókaskrif fara fram á Facebook og í gegnum Facebook og þetta verður svona rísastórt haf af alls konar upplýsingum sem maður svona að ná utanum ég sko dóttir mín talar að hún nota bara Facebook og Twitter sem svona dagbók sko algjörlega og líka núna með þessum fítusum þar sem maður getur fengið upp svona minningar þá getur maður nota þetta sem svona dagbókarskrifingur nákvæmlega en svo veit maður, svo er samt erfitt að treysta því að þetta varveitist eða maður ná einhvern veginn að sækja gögnin kannski já, algjörlega, það er eitthvað sem maður þarf einhvern veginn að Ég bjó einu sinni til bók þar sem ég safnaði gögnum úr minningaskrifum á Facebook svona litla minningabók spennandi þannig að þetta nýtist eins og segir alveg líka samt en þetta er kannski gjörólíkt form þetta er allt öðru sér form svona í rannsóknum en þegar kemur að svona skráningu gripa og muna þá held ég að þetta sé mjög mikilvægt en það er náttúrulega eins og með borgarskjalasafnið sem á að flytja yfir á þjóðskjalasafn það er náttúrulega rosa svona svakalegt mál í rauninni fyrir Var þjóðskjalasafnið eitthvað spurt, veistu það? Sko ég þekki ekki alveg hversu mikið samráð var haft þar á milli en maður sá náttúrulega samráðið við borgarskjalasafn var ekkert bara mjög lítið eða eitthvað og svo snýst þetta svolítið þetta sem ég líka að koma inn á í þessari grein er þetta svona, þú veist, hvernig mælu við síðan gildi safna, þú veist, að því að söfn, til dæmis viðurkennd söfn það er í safnalögum að það séu óhagnar drifnar stofnanir þannig að við getum ekki mælt gildi þeirra ekki gróða eða eitthvað svona í tekjum og svona þannig að þá, þú veist en gildi getur náttúrulega verið svo miklu meira og hlutverk þeirra og mikilvægi bara allt annars eðlis heldur en að það sé hægt að horfa á það út frá þessu einhvern veginn auk þess að maður náttúrulega það er örugglega hægt að reikna út alveg svona afleidd störf og eitthvað svona í kringum eitt safn algjörlega fullt af fólki sem að starfar á safni og svo bara eins og ég nefndi þarna með ferðaþjónustuna þú veist, þau eru seglar á bæði til Íslands og síðan á minni staði út allt land, þú veist, þau draga til sín og það er alltaf mikilvægt því fleiri seglar á einum stað því betra skilur þannig að það er alls konar, þú veist, svona sem að
kemur frá þeim sko, en svo bara hlutverk þeirra og mikilvægi svo gífurlega mikið og ég meina allur þessi fræðslu þáttur sem verður aldrei metið til fjár sko. Þetta náttúrulega alveg svona þetta ekki, söfnin ekki undir menntamálaráðuneytið eða hvað? Núna söfnin undir veitum við hvað heitir Innviða? Nei, ekki innviða. Nei, undir ráðuneytinu sem að Lilja situr í. Já, það ekkert komin eitt menningamálur ráðuneyti, beint. Já, mann maður aldrei hvað hérna. Nei, ég hérna. Það búið splitt þessu svo upp, hvað heitir ráðuneytið hennar Lilju? Það er nú það. Það eitthvað svona samt menninga og eitthvað eða ekki, eða nýsköpunar og það ferðarþjónustu, núna söfnin komin undir hatt líka með ferðarþjónustu sem bara mjög áhugavert af því að þau auðvitað gilda, þú veist, hafa áhrif þar en menningar og viðskiptar á þeirra einmitt en á sama tíma hafa líka þetta mikilvæga varðveislu og miðlunar hlutverk sko. Það svolítið sérstakt að slá þessu saman menninga og viðskipta. Þetta svolítið svona áhugavert sko. Þetta svolítið áhugavert. En þú veist, bara líka spennandi held ég sko að sjá hvernig þú veist það Það búið að kalla eftir sér sko menninga og listaráðuneyti svolítið tíma. En hvernig finnst þér verður svolítið tíðrætt í greininni mitt sko þetta með bara stefnu í safnamálum og finnst þér í rauninni yfirvöld ekki hafa svona skýra sýn eða skýra stefnu? Sko ég hef bara svona undanfarið þá séð aðeins og heyrt og skynjað í kringum mig að mörg söfn, alls ekki öll upplifa að þau glími við kannski svona ákveði skilningsleysi á því hvað hlutverk þeirra og þessu gildi sem að þau hafa og það bara rosa mikilvægt að ráðafólk sé upplýst þetta gildi og hlutverk þeirra þegar það verið að ræða málefni safna, þannig að það svona það sem ég myndi segja væri kannski mikilvægast að fólk væri upplýst þetta En svo kannski líka að því nú eru til dæmis eins og sveitafélagin sem sjáum bara núna með borgina en að bara koma sínu skjalasafni yfir á þjóðskjalasafnið það eru náttúrulega sveitafélag að reka alls konar listasöfn og heita þetta minjasöfn sem að þau kannski svona ráða jafnvel ekkert alltaf vel við fjárhagslega. Sko það náttúrulega út alland söfn og skjalasöfn sem eru rekin af sveitafélagum og mörg hver sem að gera það mjög vel og átta sig á því að þú veist það hafi bara ákveði gildi og aðdráttarafl og mikilvæg og halda þú veist uppi alls konar viðburðum og standa fyrir mjög flottum verkefnum safna fólk svo að mínum haldi þessu ótrúlega hugmyndaríkt fólk og þau eru snillingar í að gera mjög mikið úr litlu það bara sérstaklega hæfileiki safnafólks verði ég að segja þú veist og þau bara ótrúlega skemmtilegt hvernig það getur verið en auðvitað það mjög víða þannig að söfnunum líka vantar meira fjármagn til þess að geta sinnt öllum þeim frábæru verkefnum sem að þeim langar að sinna af því að þau eru líka bara einmitt með alls konar frábærar hugmyndir og þurfa að oft að vaksa og dafna og bæta við starfsfólki og svona og þá vantar kannski fjármagn til þess líka stundum Segðu mér annað, svona einhver svona nýliðun í söfnum hafa verið að spretta upp einhver svona ný söfn undanfarin ár? Já, ég myndi segja það sprett upp alveg reglulega ný söfn sko og safnaflóran rosa
stór og fjölbreytt og svo eru það sumsöfn sem fara sem sagt í gegnum svona viðurkenningaferli frá safnaráði og eru þá það sem kallast viðurkennd söfn og svo eru önnur söfn sem hafa ekki farið í gegnum þetta ferli en eru samt auðvitað starfandi söfn. Þannig að það er svona líka fjölbreytileiki þar á Íslandi en það eru alveg að dúkka upp alls konar sýningar og söfn. Herðu, mér langar aðeins að spyrja þig svona til gamans af því að þú ert þjóðfræðingur og þú ert frá Hólmavík og ég hef einhvern veginn heyrt í fleygt að það séu alveg óskaplega margir þjóðfræðingar á Hólmavík. Er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Er eitthvað skýring á þessu? Hólmavík eru höfuðstöðvar þjóðfræðinnar. Er það ekki? Það er náttúrulega núna starfrækt rannsóknarsveitur Háskóla Íslands í þjóðfræði. Þannig að það er mjög gott fyrir þannig að þjóðfræðingar bara daga uppi og verða eftir. Já, þeir flytja í stórum stíl til Hólmavíkur nefnilega. Já, þeir gera það. En sko, af hverju er kannski góð spurning. Ertu fædd og uppalinn á Hólmavík? Já, eða sko, nei, flytjum þegar ég er 5 ára. Já, svona nokkurn veginn. Já, ég myndi nú segja, ég væri alveg. Ég er strandamaður, sko. Þú ert strandamaður. En þetta er náttúrulega alls konar það er náttúrulega galdrasýning á Hólmavík galdrasýningarströndum sem að er þannig að það er alls konar svona þjóðsögur og þjóðfræði efni sem er unnið með þarna sko, þannig að maður elst svolítið upp við þetta þessi skringi heiti skemmtilegt en það landslagið þannig sérlega skemmtilegt líka það er það sko það er voða fínt Heyrðu, ég bara þakka kærlega fyrir komuna Dagrún og við fylgjumst með þessu máli varandi Borgarskjalasafnið hvernig þetta endar allt saman. Já, takk fyrir mig. Takk. Og við förum yfir í næsta mál. Já, háskólaráðherra Áslaug Arna hefur boðað ákveðna breytingar í varðandi háskólana, talað að þeir stæðu sér ekki nú vel í alþjóðlegum samanburði og það þyrfti að verða breytinga og það þyrfti að útskrifa fleiri nemendur úr heilbrigðisfræðum og verkfræði og voru slíku og má svona merkja að það sé ákveðin kurr í gangi og ég hef nú rætt við nokkra háskólamenn og ætla að ræða við einn í viðbót núna. Guðmundur Heiðar Frímannsson er stattur á Akureyri þar sem hann er prófessor. Vertu blessaður, Guðmundur. Sæll og bless. Það er svona hvernig Áslaug kynnir málið að þá má svona ráða hvað hún vill, hvaða breytingar hún vill og hvaða stefnu hún vill sjá en samt kannski ekki alveg einfalt. Getur þú ráðið í það? Það er nú svolítið erfitt að ráða í allavega ef maður ætlar að skoða hvað maður að segja, svona í einhverjum smáatriðum hvert á að stefna því að plaggið sem að var kynnt í þessari samráðsgátt, það er svo almennt orðað og það er svo, sko, það er alls ekki ljóst hvert er sambandið á milli svona almennu stefnumiðana, einfald eða aðgerðana sem á að grípa til og hvernig á að þróa. Þannig að maður verður svona minnstakosti að hafa þann fyrirvara á öllu sem maður segir að þetta bara, það á eftir að vinna þetta þannig að þetta sé fullkomlega skiljanlega. Og svo bætist nú við þessar yfirlýsingar að íslenskir háskólar væru að skrapa botninn sem að mér finnst nú eiginlega full glannalegar af hálfu ráðherrans en það er sko í þessu plaggi sem var kynnt í samráðsgáttinni að það fyrsta sem það þarf að taka eftir og það er þessuna sem ég hef fyrirvara á hvernig maður á að túlka þetta að þetta er stefnumótun sem að boðar miklar breytingar en þetta er bara stefnumótun fram til ársins 2025 og það er bara þannig með sko háskólar endar eins og kannski skóla almennt og yfirleitt að þeir breytast bara mjög hægt og ef þú vilt ná fram raunverulegum breytingum í þeim þá verður það áttaði á því
fyrsta lagi hvað eðlis stofnunin og í öðru lagi hvað hægt að gera við hann til dæmis innan ramma þeirra laga sem í gildi núna. Og það ýmislegt í þessu plaggi sem mér sýnist að stangist á við háskólalögin. Eins og hvað? Sko, eitt af því sem að, eins og þú nefndir í inngangnum, að það aukin áhersla á það sem að nefnt STEM-greina þar, það eru svona raunvísindi og tæknigreinar og svo líka áhersla á heilbrigðisgreinar og það athyglisvert sko með heilbrigðisgreinarnar að það eru rökstuddar með því að það sé svo alvarlegu vandi sko samfélagsins hver sko öldruðu fólki fjölgar. Sko vandinn við þetta sá að fyrir 20-30 árum hefði verið eðlilegt að grípa til þeirra ráðstafana sem þarna eru boðaðar til þess að bregðast við öldruninni. En það að gera það núna, það þannig að af því þetta tekur svo langan tíma að þá sko öldrunin verður sem einhvers konar félagslegt vandamál, það verður að leysa það miklu fyrr og grípa til aðgerða sem að duga minnst að kosti við sumum af þeim vandamálum sem þarf að leysa og á þessa. Það annað þannig að það mjög lítið í þessari skýrslu nokkuð það hvers konar samstarf á að vera á milli háskólaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins. Þannig að það til dæmis bara eitt sem vantar alveg. Í raunvísindin þá segir að þau skuli vera aukin áhersla á þau. Og þá farið að tala í framhald af því og tala það sem heitir STEM-greinar að það þurfa að grípa til einhver sem að í plagginu heitir STEAM og þá bætir þarna afið og það að fá að setja listgreinakennslu inn í raunvísindin og þetta finnst mér fyrsta lagi einkennilegt. Ég hef nú hvergi rekist á einhverja svona fræðilega vandaða umfjöllunum þessa STEAM hugmynd, hvað þá einhverja rannsóknir á henni. Í öðru lagi að þá verið að mæla fyrir það hvernig eigi að kenna raunvísindi í þessu plaggi og þá gleyma höfundar plaggsins því að það eru óvart lög í landinu sem kveða á fræðilegt sjálfstæði háskólakennara og það merkir á meltu máli að háskólakennarar ákveða hvað rannsaka sjálfir, það ekki neinir aðrir sem gera það og háskólakennarar ákveða hvernig þeir kenna sína eigin fræðigrein. Þeir verða náttúrulega að taka tillit til hinna kennaranna á hvernig námið skipulagt og allt það, þannig að þeir hafa ekki algjörlega frjálsar hendur en þeir hafa algjörlega frjálsar hendur hvernig þeir kenna það í þeim námskeiðum sem þeir bera ábyrgð á og þetta af því ég fæ bessi, það að segja bara þessi staðhæfing að hún gengur gegn þessu grundvallar atriði í háskólum að þar njóta háskólakennarar akademísks frelsis eða fræðilegs sjálfstæðis eins og það heitir í lögum. Mér benda svolítið til þess að það hafi verið haft ansir hart á hæli með að semja þetta plagg, hvað þá að vinna það þannig að maður gæti í rauninni skoðað svona innra samhengið í því hver væri grunn hugmyndin og hvert ætti í rauninni að stefna. Það gefið í skyn og það liggur náttúrulega það er að segja önnur athugasemd við þessa áherslu á raunvísindin væri svo að benda á þann einfalda veruleika ef menn vilja fjölga nemendum í raunvísindum þá eru til mjög einfalda leiðir til þess. Menn hafa farið síðustu árin ákveðna leið til þess að fjölga nemendum í kennaranámi og það gerist með því að nemendur sem ljúka á tilskildum tíma þeir fá fellda niður ákveðin hluta af námslánum sínum. Þetta er einföld aðgerð og ef þú vilt gera þetta þá myndi sú aðgerð hafa áhrif á svona 3 til 5 árum þannig að það skiptir máli en
í þessu plaggi þá verið að tala eitthvað miklu stórkostlega og þannig meðal annars sagt að það þurfi að sko gerbreyta stjórnun sko menntastofnana og í menntamálum alveg bara í öllu kerfinu og það sko háskólaráðherra hann hefur ekkert að segja hina hluta kerfis, hann hefur bara eitthvað að segja hérna háskólana og mér ekki kunnugt að menntamálaráðherrann boði einhverjar sko róttækar grunnbreytingar í grunn- eða framhaldsskólum. En tillögurnar koma fram í svona út frá þeirri hugmyndum að háskólinn hafi ekki staðið sér vel, hann sé að útskrifa fólk úr vitlausu greinum og hann þurfi utan að komandi hvata eða tilskipanir að hegða uppbyggingu sinni með öðrum hætti, að mennta fólk með öðrum hætti og í öðrum greinum. Það nú einfallega þannig að háskólinn sjálfur ræður því ekki í hvaða greinar nemendur leita. Það þeirra ákvörðun það, ekki háskólans. Og það hefur ekki verið vilji til þess innan háskólana að takmarka nemendafjöldan. Og þá erum við kannski að hugsa fyrst og fremst HÍ og HR en það á líka sama við HA. Það menn eru svona tregir til þess að grípa til aðgerða til að takmarka nemendafjöldan og til þess geta legið margvíslegar ástæður. Ein ástæðan svo að menn vilja halda sko uppi ákveðin nemendafjölda vegna þess að greiðslur ráðuneytisins til háskólana ráðast af nemendafjöldanum. Það sko ef að, eins og ég segi, sko ef að yfirvöld háskólamála vilja auka fjöldan í þessum raungreinum þá hægt að segja sko einfaldlega við takmörkum fjöldan sem fer inn í hug- og félagsvísindi við aukum fjöldan sem að fær aðgang að heilbrigðisvísindum og minnst að kosta ákveðnum greinum náttúruvísinda, kannski öllum, ég þori ekki að segja það er ómögulegt að ráða það af þessu plaggi og við þurfum að þá fá einhvers konar hvað maður að segja fyrirmæli það. Ég held að og það sko þá segir ráðuneytið sko einfaldlega við erum reiðubúnir að borga þetta og við viljum að það sé borgað í þessum fyrir stúdenta í þessum og þessum greinum þennan fjölda. Þetta svona alveg í hreinskilni sagt það engin hefð fyrir því í samskiptum sem sagt menntamálaráðuneytisins og núna háskólaráðuneytisins en það nú svo nýtilkomið reyndar að þetta sko að ráðuneytið taki af skarið með þessum hætti. Þetta alþekkt í löndunum í kringum okkur. Þar veigra menn sér ekkert við að gera þetta en það þarf að hugsa þá líka út í það að þú mátt ekki skera mjög harkalega niður í greinum þar sem að sem sagt, við skulum segja eins og í hugvísindum þar sem að nemendur þeim hefur verið að fækka á síðustu svona 15 árum og þannig að það verður að taka ákveð tillit til þess að það verður að halda upp ákveðinu svona lágmarks nemendafjölda en fram yfir það þá getur sko ráðuneytið í rauninni sagt við erum reiðubúnir til að borga fyrir þennan nemendafjölda og við viljum að hann dreifist með þessum hætti. Og það má, Guðmundur, það má ætla að þið veru nú að ráða í það hver vilji ráðurans út frá viðtölu við hann og slíkt og ef maður svona heldur áfram með hennar málflutninga þá getur maður alveg séð fyrir sér að tillagan verði svo að við ráðuneytið og fjárveitingavaldið eru bara til í að kaupa 200 félagsfræðinga en við erum til að kaupa sko 800 hjúkrunarfræðinga og þá fá háskólarnir það verkefni bara að það er bara uppselt í félagsfræðina. Maður gæti sér það fyrir sér sem svona lausn á það sem ráðuneytið ósátt við það hvernig nemendur koma út úr háskólakerfinu.
Já, sko, þetta nú að vísu mjög, þar segja ef þetta væri tölurnar. Ekki taka það nákvæmlega, þetta var ekki tillaga. Nei. En sko, það, og ég segi, sko, þetta ráðuneyti getur, held ég, alveg innan reglana eins og þeir eru, þar að segja bæði lagareglana og svona þeirra hefðar sem að þá getur ráðuneyti í rauninni sagt, já, þetta það sem að við erum tilbúin að borga og það sem við viljum borga. Það að vísu þannig að háskólarnir, sko, þeir hafa fengið greitt frá ráðuneytinu núna í, ég held að sé ekki 20 ár allavega 15, eftir ákveðinni formúlu frá ráðuneytinu, þar að segja að það flokkaðir nemendurnir, ódýrustu nemendurnir eru í félagsvísindum og hugvísindum, þeim dýrustu eru í tallæknisfræðum og þetta, ég reyndar skilst mér nú að nemendur í sko listaháskólan sé enn dýrari en það nú svona... Það var alltaf, leikararnir voru alltaf dýrastir hérna þegar maður var að reikna í gamla daga. Já, og málið að sko, það sem að hefur gerst síðan í háskólanum sjálfu. Háskólinn fær þessa peningasummu og sem ráðuneyti hefur veitt á ákveðnum forsendum og innan bæði, þór ég að segja bæði innan HÍ og innan HA að þá hefur það verið þannig að skólinn ákveður síðan hvernig hann skiptir þessu fé. Hann fer ekki eftir sko reiknilegum forsendum ráðuneytisins og þetta þýðir og menn, ég held að þetta rökstyður þetta með því að háskólarnir sjálfur hafi ákveðin lagalega rétt til að ráða innri málefnum og þetta, þannig að sko ráðuneytið, ef að það breytti stefnu í þessa átt sem þú ert að tala það að segja, við ætlum bara að kaupa þennan fjölda og þennan fjölda og þennan fjölda í greinunum, að þá það sko, það ákveðin svona grundvallar breyting á samskiptum ráðuneytis við skólana. Það að segja, nú ráðuneyti reynir að stýra miklu meira hvert nemendurnir fara og það að ýmsu leitinu svona, já, það ýmsu leitinu óheppilegt en sérstaklega vegna þess að þetta þýðir það að þú tekur náttúrulega miklu minna tillit til vilja nemendana sjálfra leiðum sko. Já, en að sömuleyti ráðurann að tala það vegna þess að nú hafa nemendur meir og minna ráðið uppbyggingunni ef það mikil eftirspurn í þetta fag þá stakkar það en hún að segja að eins og háskólinn hafi verið að þá séður ekki að framleiða rétta fólkið. Við þekkjum það úr viðtölum við Angelu Merkel sem ólst upp í Austur-Þýskalandi. Hún lærði efnafræði og það var vegna þess að það var bara uppselt í þær greinar sem hún vildi fara í og í þýska alþýðulýðveldið skilgreiti svo að það vantaði efnafræðinga en ekki fleiri félagsfræðinga eða heimspekinga. Já, það sko, ég held að það sé svona ákveðið grundvallaratriði sem það að segja ef að ráðuneytið ætlar að fara þessa leið þá þarf það að virða svona ákveðna leikreglur í samskiptum við háskólann. Það þarf til dæmis að virða þær leikreglur að í háskóla þá sko stundamenn fræði og vísindi á mjög ólíkum sviðum og það full ástæða til þess að reyna að halda í þessi ólíku svið frekar en að reyna að þrengja skólana niður í sko ákveðin vel afmörkuð til dæmis tæknisvið því að þá ertu að breyta ákveðnum grundvallaratriðum í því sko í þeirri stofnun sem háskóli. Það að segja að það eins og liggur í þessum hugmyndum í íslensku löggjöfinni og reyndar í öllum að því að ég fær best séð hugmyndur sem menn fjallum þegar þeir að velta fyrir sér hvers eðlis háskóli sé að þá það stofnun sem ræður sér að verulegu leyti sjálf og þó að stjórnmálayfirvöld á hverjum tíma vilji hafa áhrif að þá það þannig að
það vísu ekki á Íslandi þannig en til dæmis ég held að sé það til 15 Evrópulönd sem hafi fest það í stjórnarskrá með að segja að akademískt frelsi sé bara hluti af stjórnarskrábundnum rétti þeirra sem starfa við háskóla og þetta segir manni að það er skilaboðin úr þessu eru þau að þú getur ekki gengið of nálægt háskólanum án þess í rauninni að eyðileggja sem stofnun ef að pólitíski yfirvöld fara að stýra honum of mikið þá endar það með stofnanir eins og þær voru bara í Sovjetinu eða í Austur-Þýskalandi. En að sumu leyti má skynja þennan mun að háskólafólk vill benda háskóluna að það sé mikilvægt að þeir hafi völd sjálfir og að það sé hluti af valddreifðu lýðræðislegu samfélagi, að það sé gott að hafa það þannig, en á móti kemur svona óþreyja frá ráðherránum og við höfum heyrt það frá samtökum atvinnulífsins og þeirra sem að er að tala fyrir telja sig verið að tala fyrir atvinnulífið að sko háskólarnir séu fílabeinsturn og það sé orðið eitthvað svona misvægi í því sem eru þarfir samfélagsins og þarfir samfélagsins séu stundum hljómar að þannig að fyrst og fremst þarfir atvinnulífsins til þess að byggja hér upp verðmæti og þessuna þurfi ráðuneytin og fjárveitingavaldið að grípa inn í og reyna að beina háskólunum inn á rétta brautir. Þetta að sömuleyti má ætla að deilan sé þetta eins og grundvallaratriði. Já, það að sömuleitinu má lesa út úr yfirlýsingum í samtaka iðnaðarins sumra stjórnmálamanna að þetta sé það sem að eigi að koma í framtíðinni. En þá sko hinn lýðræðislegu rök sem þú nefndir eru mikilvæg, ég var ekki búin að nefna þau einu sinni sko, ég var bara að hugsa sko að það er að segja hugmyndin háskóla, hún bara þannig að ef þú gengur á nærunum þá hættir þetta að vera háskóli, þetta verður bara einhvern veginn öðruvísi stofnun vegna þess að ef þú glatar þessu fræðilega sjálfstæði þá ertu í rauninni búin að drepa háskólan sem háskóla og ef að sem sagt hinn pólitísku yfirvöld nú eða sko peningavöld í samfélaginu vilja hafa afdráttarlausa áhrif á háskólana þá verða þau að gera það með þeim hætti að þau gangi ekki af háskólanum dauðum og því að það geta þau gert sko samtök eins og samtök iðnaðarins eða útgerðarmanna eða hverjar sem auðvitað geta þau geta til dæmis ef þau kæra sig sett peninga í stöður við háskóluna þar sem að þeir á einhverjum tilteknum fræðasviðum sem þau telja mikilvæg það þýðir að þú færð þá sem sagt fræðimenn til þess að vinna að rannsóknum á þessum sviðum þannig sko ég í prinsipinu held ég að maður ætti að sko vera ekki alltaf ansnúin því að atvinnulífi reyndi að hafa áhrif með þessum hætti. Það gæti líka verið reiðubúið eins og sko við megum ekki gleyma því Evrópusambandi að það sko með viðamiklar áætlanir og setur gríðalegt fjármagn í rannsókn á ólíkum þáttum samfélagana og veruleikans og það svoleiðis aðgerðir auðvitað stýra þessum fræðimönnum sem eru í starfi við háskólanum vegna þess að þeir eru að sækjast eftir fénu til þess að stunda rannsóknir á sínum sviðum og þetta geta íslensk háskólayfirvöld gert en því miður að þá hafa menn ekki sko vilja fara leiðir af þessu tagi heldur frekar eins og að það eigi sko það bara ætlast til þess að hinn pólitísku yfirvöld gefi út tilskipanir ég held að það væri sennilega versta leiðin sem hægt væri að fara í þessu efni Kannski það ekkert svo langt síðan
og því þú nefndir hann að samtök þá geta þess að samtök atvinnulífsins eru með menntasvið sem að móta tillögur breytingar á menntakerfinu og lögðu til dæmis mikla áherslu á styttingu framhaldsskólans og fengu það í gegn þó að svo umræða þar hugmyndir hafi verið lengi til innan menntakerfisins þá held ég að margir hafi upplifað það að ákvörðun var svo tekin í miklu skyndi þannig að kannski er vilja þessi samtök nota sambærilegar aðferðir að knýja á snöggar breytingar til þess að lagfæra háskólan út frá þeirra sjónarhorni að þeirra kröfum. Að það var mjög eftirtektarvert að þegar að Þorgerður Katrín var menntamálaráðherra þá ætlaði hún að framkvæma þetta en hún hætti við. Svo er Illugi Gunnarsson ákveður að koma þessi í gegn og mér er ennþá óskiljanlegt hvernig hún tókst það. Það er svo annar hlutur. En ég held sjálfur að þessi ákvörðun hafi verið byggð á mjög hæpnum forsendum og hún hafi, það var ekki búið að hugsa upp ólíka möguleika, reynt að meta það, ólíka möguleika á að stytta til dæmis nám frá byrjun grunnskóla og upp í stúdentspróf 1 ár. Það hefði að ýmsu leyti verið heppilegar að taka 10. bekkin og gera hann bara að hluta framhaldsskólans en það var bara ákveðið að drífa í þessu og það lá engar viðmiðanir fyrir til dæmis hvort þetta væri að takast eða ekki. Það er að segja til þess að meta þessa breytingu eftir á. Núna held ég að væri mjög eðlilegt að athuga það hvernig breytingin hefur tekist og það er að segja hafa hún yfirleitt tekist, ég er ekki endilega viss það. Og dæmi það þegar að hinn pólitísku yfirvöld þvinga fram breytingar án þess að hugsa þar alveg til enda. Ég tek alveg mark á því að það geti skipt máli fyrir fólk að lengja ævina í starfi 1 ár en er það hinn raunverulegu afleiðingar af þessari breytingu? Við höfum ekki hugmynd það. Eitt af því sem er að gerast af því virðist er að nemendur það er miklu meira hlaðið á þá í framhaldsskólanum og það eru vísbendingar minnst að kosta að þeir komi ekki eins vel undirbúnir en ég hef ekki séð neina tölur eða athuganir á því þannig að það er ekkert að staðhæfa það en það er ástæða til að hafa áhyggjur af því. Og svo má geta þess að það eru kannanir sem benda til þess að nemendum á þessu aldurskeiði líði verr og það maður tekur eftir því þegar við ræðum COVID og þá er ekki talað þessa breytingu meðal annars út af því sem þú ert að segja það voru engin svona plönum það hvernig átt að mæla árangurinn á þessu þannig að sumuleyti var verið að sigla þarna í myrkri en ég nefni þetta vegna þess að núna var ekki bara í febrúar það sem var deilt út úr sjóði, háskólasjóði sem að Áslaug Arna setti á sem að var með skömmum fyrir var að gátu menn sóttum sem að var svona ég veit að kom mörgum svolítið á óvart stuttur svona frestur sem að bendi til að það sé svona mikill vilji á að knýja á breytingar með tiltölulega miklum hraða. Já, það til allra hamingju er ég nú hættur ég var ekki inn í þessu aðeöllu en ýmsir vinir mínir voru það og þetta var mjög skrítin aðgerð að því leytinu til að hún bar mjög brátt að það var mjög lítill undirbúningur og hlutir voru að breytast alveg fram á síðustu stundu og það er alvöru spurning þetta voru nefnilega mikli fjármunir að bera að taka fram og að því leytinu til sem sagt þetta eru fjármunir sem eru til viðbótar svona þessum venjulegu framlögum og ég bara fagna því að það eru til peningar til að gera þetta en þá hefði ég kannski kosið að menn settust minnst að kosti skipulega niður bæði þeir sem í ráðuneytinu og kannski með einhverjum sem í háskólanum og veltu fyrir sér hver ættu að vera markmiðin með þessu á hvaða sviðum ætti þetta að vera
ég myndi til dæmis ekkert vera að leggjast gegn því þó að væri sko meiri áhersla á raungreinar í þessu eða á heilbrigðisvísindi, það verður fjarri mín að gera það, en ég held þetta þurfi samt sem áður að vera breytt, þar að segja að það má ekki einangra þetta við þessi svið, þetta viðbótar fé. Það er náttúrulega ekki víst ef að háskólarnir ef það er skekkja í því hvernig menn vildu hafa öðruvísi hverjir útskriftur háskólum, þá er ekki endilega víst að ráðuneytið sé klókar að finna lausninnar eða meta stöðuna heldur en háskólarnir. Mér finnst reyndar sko sérstaklega eftir þessar vindinga í stjórnarráðinu frá því að þessi nýja stjórn tók við, þá finnst mér mjög ólíklegt að ráðuneytið standi betur að við heldur en háskólarnir sjálfur við að finna út úr því hvernig á að stuðla að þessum breytingum. Alveg einskilur sagt að það tekur, það er ekki bara það að háskólarnir sko þurfi tíma til þess að breyta sér og laga sig að nýjum aðstæðum. Það á líka við stjórnarráðið sko. Já, það er nýbúið að stokka það upp. Herðu, Guðmundur, þetta er áhugavert mál og við ætlum að halda áfram að ræða þetta hérna við rauðaborðið af því að þetta tengist miklum grundvallaratriðum í samfélaginu. Ég þakka þér fyrir að staldra hérna við og segja þitt álit og hvert fólk bara til þess að fylgjast með hérna á rauðaborðinu í framhaldinu. Kærar þakkir. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir